Einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir. Einn, tveir, já.
Já, verið velkomin að skjánum. Við erum stödd hérna í Arena í Kópavogi þar sem að senn fer að hefjast síðasti dagurinn, síðustu innvígin í 8 manna úrslitum Íslandsmótsins í netskák. Ég heiti Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur skákmeistari og með mér er kollegi minn Hilmir Freyr Heimisson, nokkrum árum yngri en teflisamt, já, skemmtilega. Er það ekki rétt? Jú, Hilmir? Jú, það er alveg rétt hjá þér og viðurinn í dag er sem sagt Símon Þórólfsson, fyrsta viðurinn, Símon Þórólfsson móti Jóa Hjartarsyni. Já, og seinni viðurinn verður Jón Kristinn Þorgeirsson og Helgi Ásjá, alveg rétt. En það má eiginlega segja að þetta sé svona reynslan gegn norðurinnu. Þetta eru 2 drengir í skákfélag Akureyrar, Símon og Jón Kristinn gegn þessum þrautreyndu stórmeisturum Jóa og Helga. Nákvæmlega, báðir mjög reyndir stórmeistarar. Já. Það er bardaga lúnir. Já, nákvæmlega. En ef við byrjum kannski á þessu fyrra innvígi sem er Símon gegn Jóhanni. Náttúrulega, það vita svo sem allir skákáamenn afrek Jóhanns og getu en nákvæmlega. En hvernig myndir þú kannski lýsa Símoni sem skákmanni? Já, Símon hann teflir að vísu mjög svona hvassa byrjun oft. Hann er í kongsbræðinu, indersku með svörtu og er að tefla held ég D4 með hvítu, hann hefur eitthvað verið að spila E4 líka. Og hann vaða mjög mikið á mann, sko, allavega í hraðskák og maður getur verið í smá vandræðum með að maður leyfir honum að vaða alltaf mikið á sig, sko. Já. Ég tek alveg undir það því að mér finnst þeir eiginlega báðir, Jón Kristinn og Símon vera einhvern veginn. Þetta eru svona grimmir keppnismenn og þeir einhvern veginn láta bara svolítið vaða oft. Já, nákvæmlega, sko, og náttúrulega Jón Kristinn alveg svakalega taktískur og alveg rosalega talentið, sko, hann má ekki gleyma því. Nei, heldur betur. En já, mín reynsla móti Jóhanni Hjartarsyni, ég held ég bara telt við hann bara einu sinni 2 hraðskák og eitthvað svoleiðis og ég man alltaf ég vann hann einu sinni en ég man eiginlega ekki mikið meira en það, sko. Þetta mannst eftir sigur, sko. Já, en já, ég veit eiginlega ekkert svona hvernig hans skákstíll er, ég vil ekkert skoða allt og mikið, sko. Kannski þú getur sagt okkur eitthvað frá því? Já, mér bara finnst Jóhann tefla bara svona klassískt og ótrúlega vel, kann sínar byrjanir og einhvern veginn bæði jafnvígur á svona stöðulega taflmennsku og taktík finnst mér. Já. Ég á mjög erfitt með að tefla Jóhann Hjartarson, hann er svona eins og kryptonít fyrir minn skákstíl. Já, ég skori bara 50-0 fyrir honum. Ég á einhverjar eina stungu en öðru leyti er þetta frekar svona mikil einstefna. Já. En já, og sem sagt Jóhann er hérna í húsi en Símon og Jón Kristinn eru báðir. Já, þeir eru báðir bara sínum heimabæ, já. Já. Heldur það sé þægilegra að vera? Já, það er alltaf þægilegra að vera heima á þessu, sko. Eins og ég segi, ég telti í fyrra á Íslandsmótinu í netskák og það er enda mætti alltaf hérna, sko. Það er pressan kemur stundum svona meira aðmanni heldur en maður sé bara heima upp í sófa eða eitthvað þannig slíkt, sko. Algjörlega, ég er alveg sammála því, sko, að það er svona, það er einhvern veginn aukinn þungi því að mæta í þessi herbyggi glæsilegu herbyggi. Já, nákvæmlega og líka, sko, gáða því að þú ert ekki að nota sama dæmi og heimaður, þú veist, með aðra mús og tölvuskjáran eins og öðruvísi og allt svona spilar eitthvað inn í, sko, sérstaklega þú ert komin á seinustu sekundunar og ert ekki nógu fær á músinni og þetta er einhver önnur mús, þá getur lent í svakalega basli. En rétt áður við fyrir að byrja þetta, þá þurfum við að ræða spána. Já, það er ekki dæmi gert. Jú, ég er búinn að hugsa þetta og ég veði á reynsluna. Ég held að Símon ná einni stungu en ég ætla að spá þessu 4-1 fyrir Jóhann. Já, ég var á einhverjum svipum slóðum, ég ætla að segja 3,5, 1,5 fyrir Jóhanni. En við erum byrjar, heldur betur. Já. Og Símon hefur farið í einhvers konar Katalan. Já, og dróningar 4, hefðbundur reyti fyrir dróninguna. Og riddari er 7. Ok. Getur Símon ekki bara verið nokkuð kátur eftir byrjun? Jú, ég menna, ég sé ekki hvað er að því að leika pressu B2. Ok, leikur okkur D1 fyrst, setur á pressu á DSSP, meika líka mjög mikið sens. Já, ég meina, þetta er bara pluss á hvítan, ég meina, þú veist hvað.
og bara biskup B2 núna ekki og hvað? Jú, þetta ætti nú að vera fín staða. Leikur samt þessum leik. Stoppar riddari G6, vilt kannski ekki fá drottningu sína af F4. Já. Vitum að drottningi stendur oft mjög vel á F4 í svona stöðum, sko. Já. En ég hefði nú reynt að drífa mig að koma biskupnum. Já, hann má ekki, já, menn fyrir nú að spila með kallana, biskup B2 og hrókar að C1 og svona. Já, en þetta allan í góðu lagi og við sjáum það að Símon að tefla líka á góðu tempói. Já, hann mjög ákveðinn, sko. Kemur hér, ég meina, þetta bara, okkur leikur ekki bara hrókar að C1 ekki bara flott. Lúðurónum á C-línuna bara leið. Ég meina drottningin á C7, þannig að meika sens að setja hrókin á svona ákveði, við kallum að X-ray. Já. Út af því að ef peðin hverfa þá er drottningin onni. Ég held að Símon getur bara verið mjög kátur með hvernig byrjunin hefur þróast. Nákvæmlega. Það svo sem ekkert rakið þessu en hann hlýtur að vera með aðeins betri stöðu. Já, þetta skildi ég ekki. Ok, hann tefnir það svona, en af hverju myndi hann ekki drefa með hrók á C4 og fá tempo hana? Já, ég hefði gert það líka. Og sem sagt beði með að drepa B7. Já, en ég held að sé ekkert að velta því allt og mikið fyrir sig. Við sjáum að 2.30 klukkunni, hann er bara að úða þessu út. Lítur út fyrir að Símon sé maður sem er með eitthvað eftirsjá. Nei. Hann sér ekki þetta neinu. Nei, það held ég ekki. Góður reysi. En við sjáum riddari G6 og feti D4, ok, og vill svara sem sagt hrókur FD8, já, bara með drepið öruglega. Já. En hann er líka með riddari D6 í loftinu og ég hefði persónulega leikið drottningu eitthvað annar stað þannig að ég verið að horfa á biskupur F6, sko. Já, einmitt. En við sjáum að drottningu á D4 blokkar þessa línu til að eyðileggja þessa peðastu. Já. En þá spurninga, hvað er að leika eins og H4? Já, bara vaða án. Ok, E3. Já, ég hefði leikið H4 hérna út af svartur er með smá svona vandamál að tengja kallana sína. Já. Það hefði verið flott að reyna haldi upp í eitthvað svona pressu, sko. En ok, riddari D6 og við sjáum að já, ég meina við sjáum bara biskup á B2 og riddari á D6 þeir standa bara miklu meira aktíva reiknir heldur en riddarinn á F6 og riddarinn á G6 þeir eru bara svona í varnarstöðu, sko. Já. En ég er bara að velta fyrir mig, má Jóhann leika hrókur D8 sem hann einmitt gerir? Gerir það, en af hverju get ég ekki leik eins og nei, riddari F5 virkar ekki út af drottningu A4 er að valda E8. Já. Ok, sniðut. En ég meina, ef þessi leppun er að virka, þá augljóslega getur það verið smá begla. Já, mér svona Það er ekki að leika bara í E4 eða hvað? En eins og stakst upp áðan, sko, ég hefði einmitt bara haldið stöðunni og vaðið með peð áfram fyrir, sko. Og jafnvel frekar að vera komið með peð á E4. Og H6 býtu, ok, en þú veist, það er bara onni á F7 og ég hóta hrókutur í G7, þetta er bara... Já, þetta er bara allt. Býtu, hrókutur í G7, hann finnur það. Hann fann það. Og hvað? Þetta er bara búið. Já, kongur H8 og drottningur F6 og ég flýg með kongin til H3 eftir einhverjum nokkra skákir og... Þetta er bara... Já. Þetta er bara tapað. En Símon með mínútu og 30, en þetta er aðeins að... Það er bara anda rólega og... Já, ekki... Ég sé hann er að deyja úr stressi, sko. Já, það er svona þegar maður fær unni, sko. En ég get ekki sé betur en að drottning bara F6 og það kemur skák á D1 og bara kongur G2 og drottning C6 skák og kongur H3 eins og ég nefndi áður fyrr. Kongurinn bara fer hérna á endan á borðinu á H3 og góða nótt, sko. Já. Takk. Og við sjáum að, já, sem sagt, ef svartur getur ekki máta kongs hvíts núna í einhverjum næstu 4-5 leikjum þá er augljóslega svartur kongurinn mát eftir svona 2-3 leiki. Já, býtu, sko, skákum á D1 kongur G2 Já, en menna, hvað? Bara kongur H3 og þú veist, hvernig ætlar að valda mátið? Þú veist, með enga skák eftir kongur H3. Jú, þess að ef ég skáka á D1 og fara á D5 þá er ég skáka á H4 hérna á hann. En gott og vel, Já, ég held að þú ert að sjá okkur að drauga, sko. Líka skáka á H4, drottnir fyrir H4, sko. Herru, þurfum ekki pæli þessu bjössi minn. Það var alltaf mættir og staðan er 1-0. Fyrir Símoni. Já, þetta er bara mjög óvænt og
og þetta gefur Símoni heldur betur byr í seglin. Já, nákvæmlega. Og það nefnilega þekkja ég reynslu að vera mjög óþægilegt þegar að rígmontir norðamenn verða ennþá montnari, sko. Þá verða þær illvígir, sko. Já, nákvæmlega. En þá spurningin, við höfum með einhvers konar Pálsson biskup 1-2 og ég skoða hann að leika eitthvað smá svona tískuleikur að setja biskup 1-2 og kongur H1 og mæntalega planið að leika F4 og með kongur H1 þá ertu ekki á þessari skálínu sem getur verið svolítið veik, skálínan A7 til G1 en sjáum að menn að tala mjög hratt og þetta verðist vera einhvers konar preparation hjá Símoni. Já. Og svartur fækka kalla og leikur E5 líka smá hefðbundið svarisögnin svona og við fáum mjög svona skarpa stöðu á borð og öll þrjú úrslit væntanlega hægt. Já, það er spurning. Biskup E6 A5 fær smá svona neglu á drottningarvæng. Já, ég ætla nú að spá því að það er annar hvor á blöffi, ég er bara ekki búin að átta með á því hvor, sko. Já, þeir eru báðir bara svona. Þeir tefla þetta svo rætt að Já, en kannski, ég meina, Símon er búin að tefla Sicilian frekar lengi með hvítu og svörtu, sko, hann að... Já, og hann er alltaf að hann er búin að tefla í nokkur ár, ef ég þekki rétt, hann að... hann er telt einu eða tvær. Já, hann er telt eitthvað, kallinn. Gleymist náttúrulega að segja að Jóhann Hjartarson var hann ekki númer 11 í heiminum á sínu tíma? Það var það ekki 11? Jú. Það er eins gott að maður hefur þessa tölu rétt. Já, núna ertu bara búin að koma okkur í bullandi vandræði, ég er viss, sko. Já, ég er nokkuð viss að hann var númer 11, en hann var alltaf stórt afrek og hann var að vinna hvaða menn var hann að vinna á þessum tíma? Var það ekki Kortsnói og eitthvað svona? Jú, Kortsnói og alla þessa bestu, Beljevski og ég veit ekki hvað. Já, nákvæmlega. Hann var bara í hópi bestu skákmann í heimi. Nákvæmlega. En myndirðu telja það þegar menn á hans aldur eru að tefla í tölvuna að þeir eru með smá svona svona aðeins öðruvísi heldur en eins og fyrir Símon sem er búin að vera að tefla á netinu rosalega mikið og... Já, nú erum við komin í ennþá hálfari brautinu með aldursfordóma og slíkt en ég held að sé samtalið rétt hjá þér, sko. Já. Það líka, að þú myndist á það áðan, sko, að vera mættur hérna að reyna og það er allt svona ný mús og eitthvað svona, það fer ekki vel í eldra fólk, sko, að fá nýja mús og læti. Nei, nákvæmlega. Ég held líka, sko, ég held líka mistök kannski Jóhanns var að hann var ekki búin að, ég held að var ekki búin að taka 1-2 skákir, sko, á þessu. Á músinni. Já, á músinni, sko. Mæta snemma og... Já, nákvæmlega. Manna, við gerum það held ég báðir. Á sínum tíma, mæta hálftíma fyrr og svona finna fyrir stillingunum og hreyfist hraðar og eitthvað svona. Já, nákvæmlega. En hættu nú aðeins að bulla og veitum hvað skák hérna. Biskup F8. Ég er bara að reyna að tala um skákina og þú sendur okkur í bullandi vandræði með fullyrðingum hérna. Já, nákvæmlega. Það er eins gott að við munum ekki neitt. En alltaf, drottning F4. Sko, ég verð að viðurkenna að ég hef ekki mikla reynslu sikilega. Nei, ég held nefnilega að við séum alveg smá tómir hérna, sko. Þannig ég bara átta mig ekki alveg á hvernig þessi staða er, sko. Nei. Ætli við getum sagt hún sé í dýnamísku jafnvægi. Já, ætli við þurfum ekki að segja það, en við sjáum að það sem ég veit um þessa stöðu er að það er 2 ísóleruð peð á borðinu og það er náttúrulega peð á E4 og líka peð á D6 og þessi peð svona oft smá svona jafnast út það kemur að veikleikum út af því að þau eru náttúrulega bæði veik. Mér finnst núna einhvern veginn, ef ég á að greina einhverja líkamstjáningum, mér finnst einhvern veginn svo Símon líður betur en, allan að Símoni líður vel, sýnist mér. Já. Ég held að hann sé ánægður með stöðuna sína. Já, og líka með betri tíma, spila alltaf inn í, en já, ég er samanlega þessum leik, Hrókur A1, Hrókur A4 var svona búinn að valda C4 og lengi og en já, núna kemur einhvers konar uppskipti og þá sjáum við að hvíti kóngurinn er með færri peð. Símon léka þessu strax og gretti sig en ég held þetta að verið svona ánægju gretta. Já. Ég kannast því slíka grettur. Já, er þetta einhver hefð frá Akureyri? Já, það er ánægju grettur. Já, ég skilji. En já, aftur svona X-ray eins og ég nefndi, ég veit nú ekki hvað það er á íslensku en
Mér finnst nú bara staðan hjá Símoni vera að verða bara ansið þægileg. Já. En ég enda þekktur jinxari, þannig að þetta sennilega fara að hrynja á honum eftir nokkra mínútur. Já, það aldrei að vita, en já, ég meina hann hótar að drepa á D5 núna og ef þú tekur á E4 og kemur riddaradrepu E4 og hérna, þú verður að passa þig á með þess að riddar F6 skák í einhverjum stöðum. Og hérna, og síðan... Nú hann að bjóða upp á flækjur, hann Símon. Hann vill drepa á H3 eða hvað? Já, er það ekki? Er hann ekki að fara að negla á H3? Eða hvað? Já, en er það nóg? Nei. Það lukkar bara eins og... Nei, þetta er ekkert að virka. Já, hróku D3 og hvað setna mér, eða hvað? Það er að leika riddar F4. Já, riddar F4. Já, dreipi, kongu G, þarf að leika því og riddar F4 hlýtur að vera... Það hlýtur að vera pointið. Já, þú verður að stoppa alltaf eitthvað, en okkur leiki ekki hróku D3 og ef þú dreipur þá tekið á F7 og máti í næsta leik á G7. Já, það gæti verið eitthvað sem að Símon hefði mist af. Já, þetta er svona, ef þú leikur hróku D3 þarna, þá vinnur skákinu, skilur en. Ja, það var reyndar riddari E2 og skák með G4 með drottningu. Já, og ég leik held ég sko hrókur G3 og hafa alltaf eitthvað vesen á G7 sko. Já, en sjáum. Já, ég náttúrulega sá þetta í gær sko. En maður sjá, hrókur C8 og ég ekki viss þennan leik, okkur ekki leika biskup G2, enn og aftur riddari mátti ekki færa sig út af þá alltaf. Ef að F-línan opnast, þá væri alltaf drottningur bara F7 skák og síðan í kjölfari fellur G7 með máti sko, þannig að ég veit bara ekkert hvað að gerast. Nei, þessi sókn svona aðeins og hægfæra. Já, eins og mér datt í hug. Okkur leikur hann ekki bara... Já, spurning. Ég kann að meta hérna svona hvað hann blóðþyrstur, hann Símon sko. Biskup G2 fyrir þanga, sniðugt. Stoppa hróku G6 sem var auðvitað hugmyndin og meina hérna... Já, hann má ekki skáka þarna hróku G3 og það er G7 eins og við mista áður, eða býttu nú við, það er riddaraskák á H3. Úff. Já, herru. Það er vesenni. Það er smá vesen. Hann verður að forða sér svona. En að sama skapi, Símon er ekki að ná að koma köllunum í sóttina. Nei. Þetta er nú ekki sótnanleikur sem hann vil leika. Nei, ég verðilega viðurkenna. Ég held sko að Jóhann fórnaði kalli. Já. Já, okay. Það er reyða smá begla hjá mér að halda það eftir að 500 skókin eru búin sko. Herri, já, ég meina þetta er bara kongur E7 og hvað, hérna. Það er eitthvað kraftaverk hérna. Já, hann er líka, hann fjallnæsti á tíma. Biskup C5 skák, kongur D7, hann er að hlaupa í skarðið, skipta bara búið hérna og ákveðin tækni hér og bara skák og þetta er gefið. Já, þetta er búið. Prókur í fellur og... Herri, þetta var nú alveg svakaleg skák og ég hérna, eins og segi, ég er mjög ánægður með hvað Símon er grimmur og bara... Já, þetta var að segja, það er erfitt að díla við hann. Já, einhverju gætu fara að kvarta yfir bara virðingarleysi. Símon bara, það er ekkert verið að hugsa það hérna, þessa góðsögn sem Jói það bara fórna og bara látið vaða. Já, við þurfum kannski að fara að spjalla eitthvað við hann sko. Já. Nei, þetta er alveg geggjað, svona á þetta að vera en hins vegar hérna verði eiginlega bara beðast forláts. Ég eiginlega bara náði aldrei utanum sko stöðuna. Nei, hvað væri að gera sko. Já. Mæti halda að við sem bara ekki færir fyrir þetta verk. Þetta var bara flókið fyrir okkur. Já, þetta var alveg flókið sko. En hérna núna allir mættir á einhvers konar heimavöll hérna, G3 hérna Fianchetto afbrigðið og þetta ég telt í svona 7-8 ár, þannig ég get alveg sagt eitthvað hvað er að gerast hér. Já, ég veit ekkert hvað er að gerast. Já, engar áhyggjur bussi minn, þetta reddast. En Jói náttúrulega H3 mjög dæmigerður og Jói náttúrulega elskar kóngsindurinn sinn sko, er hérna ansi reyndur í honum sko. Nákvæmlega. Hrókur E1 er bara alltaf leikinn, þannig að það er, veist, minna setur væntanlega hrókinn til að verja E4P því að það stendur aðeins má svona úti
og Hróku B8 og sennilega Eru að fara B3? Já. já, B3 er ekki réttur sko út að þú vildir leika biskup E3 það er mjög góðu miskilningur hér er að biskupin er betur á E3 heldur en B2 sko, það er ekki það sem að vita þetta sko en þessi lína með Asex og Hróku B8 hann vill sem sagt leika C5 og síðan B5 snemma sko og fá eitthvað svona dýnamíska stöðu á miðborðinu og gerir það C5 og riddari fyrir fyrir til E2 í þessari stöðu og B5 kemur og þú veist, þegar þú leyfir svörtum að gera þetta án þess að fá eitthvað í staðinn þá þetta er teóría never mind B5 þá hefði komið F4 og það hefði verið allt Þú skalt ekki segja nokkru manni frá þessu að hann sé betra E3 en B2 því að ég syns menn vera alveg en línan var sem sagt B5 og það hefði komið F4 og ef þú fer til C6 þá hefði komið E5 og það hefði verið tvöföld árus á riddarinn á C6 þegar peð á B7 væri ekki að valda hann lengur en dron D2 mjög hefðbundið og vill bara leika hrókuraða D1 og þetta var bara slegið og hrókuraða D1 og við sjáum að hvítu tefli mjög mikið svona upp á þetta bakstæða peð á D6 sko og B4 og það væri frekar venjulegt að setja riddara A4 sko. Og þó að riddarinn sé smá út að aga þá valda hann alltaf biskupinn á B2 í þessari stöðu og ef að peð á D6 fellur eitthvað þá sjáum við að pressan frá riddarum A4 kemur strax yfir á keðjuna sko, og peð á C5 En Símon jú, það hengur víst peð Má ég nú sjá Já, þetta er sennilega bara í lægi út af ef þú ferð í endatablið það hangir síðan líka alltaf peð á H3 síðan Já, nákvæmlega og líka elínu leppunin er frekar óþægileg ef að hrókur á D-unum hverfur sko En peð á C5 er samt veikt þannig að þetta það er spurning hvort hann geti drepið á C5 núna með riddara Já Það var alltaf C8 biskupinn leppur. Já, byrju, er það ekki bara staðan að drepið á C5 hér og Ég myndi halda að það var ef þú tekur tilbaka, ég meina þá staðan ekki bara Jú, ég meina og ef þú tekur ekki tilbaka ertu bara Já, ég meina lúkkar ekki vel en þá er spurningin 2:29 á klukkunni Já, Símon er að nota talsvert meiri tíma Já, við sjáum líka á andlitssvipbröðum hans að hann var að hugsa að drepa C5 og gerir það, já, algjörlega. Hann sér þetta, það er flott. Það er flott fyrir hann. Já, flott fyrir Akureyringana. Maður sjá að hann drepur þetta bara strax, teki og hvað er eiginlega pointið hérna? Hann þarf að leika hrókur A8 eitthvað svoleiðis til að reyna að leika biskup B7. Hann má ekki leyfa þessa leppin að standa yfir og sem hann finnur 3 og síðan En þetta er svolítið skemmtileg stað upp á það eru svona 2 leppanir einhvern veginn á hrókana. Já, og kóngur F2 svaraði með hrókutur F3 skák. Já. Þetta var eitthvað sem að Símon misti af og ég byrjar að hrista hausinn eins og ég ætlaði að segja það áður en að gera það. En mér sýnst Jói vera bara búinn að snúa á hann hérna. Já, ég meina og drepa á F3 og Jóhann sér þetta væntanlega og skák og kóngur þarna og sjáum að svartur nældi sér í eitt ekstra peð. Já, hann leikur hérna væntanlega hrókur D2 og hann getur farið að leppa aftur. Það virðist vera þema skákarinnar, einhverja leppanir. Nákvæmlega. Já, annarkvæmt það er hrókur D5 en ég sé nú ekki af hverju maður myndi ekki bara úða á hann hrókur D2. Leikur hrókur D5 vill halda aðeins fleiri peðum á borðinu. Já. Náttúrulega varnarmaðurinn vill oftast skipta upp á peðum til að auka jafntefli sénsana, þannig að við sjáum að hrókur D5 fer í smá mál við þessari reglu. Já, hann er sniður að Jóhann að reyna að stoppa fækka reytum riddarans að Símon var farin að hoppa á F4 og svo D3. Nákvæmlega og heldur bara keðjunni og segir bara ok, þú vilt skipta upp á en við sjáum samt prinsipið virkar, Símon nær að skipta upp á einu peði og hann vill sennilega reyna að skipta upp á öllum peðunum og enda þá með 0 peða móti 1 sko. Já. Og sjáum að hann heldur áfram að reyna að skipta upp á peðunum, hann alltaf þarf að verjast en ég sé ekki af hverju biskup A6 frekar leiðilegur Jú. Tekið og skák á D3
og síðan C-B4 og B3P Þessi var mjög óþægilegur. Já, og við sjáum líka í svona endatöflum, í svona opnum stöðum, það sem það eru svona fá peð á borðinu, og sjáum við að biskupinn oftast sterkari og þessi leikur riddari G, ég meina hann gleymdi bara að leika A-B 4, hann þurfti að gera það. Já, og við sjáum hérna þetta stefnir í 2-1, Bjössi. Já, þetta Jói búinn að vera mjög svona úrraða góður eftir að manni var að fara að hætta að lítast á blikuna sko. Nákvæmlega. Og hann eiginlega sá lengra því að eins og segja þessi staða hann eftir að riddari dreipur C5 manni fannst þetta einhvern veginn verið að fara að vera óþægilegt á hann. Já. En hann fann heldur betur leiðir. Þetta var mjög skemmtileg fórn hann á F3 trikkið. Já. Sneri sig við. Já, sneri sig við. Já, hann var komin í smá vandræði sko. Já. En já, kongur F6 og þetta náttúrulega bara, ég meina riddarinn á enga reitt, sjáum það. Þetta svona frekar ógeðslegt. Og núna bara C4, valdi alltaf bara svona. Já. Og við sjáum aftur að riddarinn á G1 á enga reitt. Nei. Og þú ert að tefla þá hvað? 3 peðmundir og basically kallilu myndir líka. Já. En Já, hann að fara að taka upp 4. peðið og í svona endatölum þá yfirleitt 2 peð yfir nóg, þannig að við sjáum að 4 peð því það bara það að Símon gaf. Heldur betur. Heyrðu, þetta, já, þess að segja, þetta byrjaði á óvæntri sleggju hjá Símoni en svo hefur Jói svona sýnt bæði bara svona útsjónarsemi og bara kannski reynslu. Já, ég ætla að segja, bara búin að sýna góða reynslu þarna og sérstaklega í skák nr. 2 þar sem að hann var kalli yfir, ásaki, og náða að verjast vel. Já. Það líka ákveðin reynsla að ná að verjast vel með lítinn tíma á klukkunni. Já, heldur betur. Það voru alveg þrátt fyrir að svona okkar tilfinning beggja var að kannski þessi fórn væri kannski aðeins og mikið að það voru samt alveg pittir þarna til að falla í, sko. Það getur allt gerst í hraðskák, sko. Það náttúrulega frægur frasi. Heldur betur. Þannig að staðan 2-1, kannski samkvæmt áætlun með að við spára okkar en að samanskapið þetta búið að vera mjög hraustlegar og skemmtilega skákir. Algjörlega sammála því. Já, ég kom með smá óvart að Símon tók fyrstu skákina. Hlýtur að gefa hann smá sjálfstraust en tapar síðan 2 röð og hann hlýtur að vera aðeins að klóra sér hausnum hvað hann ætlar að reyna í næstu skák. Já, það allan ekki hægt að saka Símon að hafa verið eitthvað rólegur að reyna að tefla upp á jafntefli því hann heldur betur búinn að láta vaða eitthvað einstu skák. Nákvæmlega og ég held að hann mun bara halda áfram því að þetta eiginlega bara hans stíl sko, og hann bara svona mjög aggressífur og vill fá eitthvað svona flugvelda á borðið og hann mjög óhræddur það að fórna mönnum eins og við sáum í skák nr. 2. Þannig að ég held að við eigum ennþá meira fjör framundan en þeir félagar eru búin að taka stuttapásu og það ætlum við líka að gera og við sjáumst eftir stuttastund. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Þessi endar í netinu. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka.
Ertu með sjónvarp Símans í haust? Horfðu núna. Verið hjartanlega velkomin aftur á skjánum. Nú fer í hönd seinni hálfleikurinn í fyrra einvíginu í undanrásum Íslandsmótsins, 8 manna úrslitum Íslandsmótsins í netskák. Við vorum hérna að fylgjast með æsi spennandi 3 skákum í viðureign Jóhanns Hjartarsonar og Símons Þórhallssonar og þetta byrjaði með óvæntum hætti. Já, Símon tók fórustuna 1-0 en síðan kom Jóhann með ákveðna reynslu og náði að klóra í bakkan og núna 2-1 yfir. Já. Og við veitum okkur í skák nummer 4 bara innan skams. Já, þeir eru að fara að byrja og Jóhann núna yfir 2-1 og stýrir hvítumönnunum í næstu skák. En það voru eiginlega báðar þessar skákir allar þessar 3 skákir voru þannig að Símon svolítið lét bara vaða og Jói þurfti svolítið að bara verjast og finna lausnir og hann þótt að það ekki gengið í fyrstu skákinni, það var sannarlega búið að ganga í síðustu 2. Algjörlega, og við sjáum hérna enski leikurinn á borðinu og aðeins búinn að skipta gír eftir að hún kannski ekki leist ekki á blikuna eftir að fá þessa mannsfórn frá Símoni í síkilenskri vörn og aðeins búinn að skipta tempó. Já, og Símon alveg búinn að sýna það í fyrstu skákanum að hann
hann kann sitt stöff eins og maður segir og Nákvæmlega. búin að tefla hratt og ákveðið hérna í byrjun, þannig að Jó ætla greinilega aðeins að svona sjá hvort að þekkingin sé eitthvað minni. Nákvæmlega. Já, og hérna já, við náttúrulega höfum ekki minnst á það að þessi hérna glæsilega útsending og þetta mót náttúrulega í boði styrktaraðila. Það annars vegar Collab, Ölgerinn, Síminn, Lengjan og við náttúrulega staddir í Arena þar sem að mótið fer fram og þessi tiltekna skák er ljósleiðara skákin. Nákvæmlega. Við sjáum að það allt í ljósum. Heldur betur. Og já, tölum aðeins stuðlana þá var eitthvað í kringum 2,4 á Símon og aðeins minna þá á Jóhann Já, hérna veðbankarnir voru algjörlega á því að reynsla myndi hafa þetta í kvöld og já, í báðum viðrögnum þá, já, að segja og líka í þeirri seinni en þekkjandi þessa ungu menn Símon og Jón Kristinn sem að tefla hérna eftir að þetta er ekki menn sem að gefa reyndum stórmeisturum einhverja virðingu. Nei, eins og við sjáum að þeir eru báðir með frekar svipaðan stíl, hafa æft örugglega mikið saman í gegnum tíðina og þetta eru svona þessir helstu tveir í minni kynslóð frá Akureyri sem að geta eitthvað. Já. Og þeir eru alveg sammála því það, ég veit ekki hvað var. En er þetta ekki bara peðið í hafið? Jú. Ég get ekki séð betur að þetta er já, ég meina hann ætlaði að fara í einhvers konar drottning D7 og hraðan biskup H3 en gleymdi að hann má ekki gera það með peð og A5 út af því sem að gerðist sko. Já. Með rittarinn á D5 hótaði eitthvað svona gafli sko, þannig að alltaf fínt að segja það 20 leikur setna, en ok, drottning D7 aftur og vill senna leika H6 og núna biskup H3 en ég meina peður er peð, sagði Pedersen, minn maður og ég get ekki séð að það séu nógu mikla bæti fyrir. Nei, og hvað þá tvöpeð? Já, ég meina, Pedersen er bara hann er bara mjög sáttur. Hann er skælbrósandi einhvers staðar. Nákvæmlega. En já, þetta er náttúrulega í raun og veru bara töpu stað. Já, fræðilega sé er þessi stað töpu, þannig að hann þarf að fara að vaða á hann. Já. Menn það er ekki svo að hann sé að fara að spila á drottningavæng. Nei. Eftir að hafa mist A og B-pið. En jafnvel þó að Símon sé svolítið bugar á svipina þá er hann ekki að fara að gefast neitt upp hérna. Það er að fara að koma einhver djöfulgangur hérna, hann fer að leika F5 og F4 og hann mun en þú veist, ef menn vita eitthvað þessar stöðutýpur þá er F5, F4 er eiginlega ekkert það sterk árás, sérstaklega át á því að þá hvítur alltaf með riddarinn á E4 og ég sé ekki hvað að því að bara fara að leika B4 og hann tekur bara þriðja peðið og ég meina, hvað er í gangi, Krissi? Jóhann er að tefla hérna eins og bara fullkominn kapitalisti, hann bara hirðir allt sem í boði er. Já. Hann ryksuga borðið. Já, ég meina þetta er bara hryllingur, ég meina bara B4 og ég get ekki séð reyndar, það var hún í A3 en ég meina hann þarf einhvern veginn bara að undirbúa B4 og þú veist. Já, það er eiginlega versta fyrir Símon að það er eiginlega ekkert sprikli í boði sko. Nei, ég meina þetta er bara 3 peð sko. Já, það er aðeins svo mikið. Eins og ég sagði, 2 peðum undir þá er það svona eiginlega að byrja að vera mikið og hvað þá 3 fyrir bara, ég meina þetta er bara, það er eitthvað skaðabætur hérna sko. Nei. Jóhann þarf bara að slaka á og leyfa F4 að koma og þá bakka með riddarinn til E4 og við vitum náttúrulega riddari á miðborðinu. Já. Þessum reytum E4, D4, D5 eða E5, þessi 4 riddar hann í miðunni er að slíkir riddarar sem að standa þar valdaðir og geta ekki verið stuggaði við eru oft bara frábærir. Já. En ég held allan að geta alveg lofað áhrundi því að Jóhann Hjartarson hann er ekkert voðalega stressaður í þessari stöðu sko. Nei, og við sjáum líka fyrsta leið má ekki drepa G7 hérna, þá hefði komið eftir upp G3 millileikur og hóta máti á H2 en við sjáum hérna vesinni er að ef hann ætlar að reyna að hirða eitthvað P tilbaka þetta er hrókur H4 og það eru það var eins og það sem ég ætla að fara að kommenta á en
Hrókur H4 mun sem sagt vinna drottninguna. Já. Hún strönduð út á kanti hana. En býða aðeins, finnst að Jóhann leikur sig ekki strax. Já, en ég meina Biskup E3 og skák hefði verið svaraði með Hrókur H1. Já. En Jóhann, já, ég meina hann bara misti að þessu en það breyti svo sem ekkert það miklu máli út af peðamununum í stöðunni. Já. En mjög lógist hjá Símon allar reyna að halda drottninguna á borðinu og núna leikur hann Hrókur H4 og kemur skák og kóngurinn fer örugglega bara í hotnið eða til G2. Fer til G2 og drottning þanga og maður sjá já, núna bara drottning F3 og við sjáum að Hrókurinn á B-inu kannski ekki alveg svo virtur. Nei, hann þarf en þetta samt vesinni að vera að leyfa smá, sko. Já, sko, ég held að allan Símon geti verið kátur með það svona, fyrst hann slappað náðan að það allan að komið aðeins svona meiri óreiða í stöðun. En af hverju draf hann þetta? Af hverju leikar hann ekki drottning E4? Það er onni á D6. Já, það er onni á D6. Herðu, þú veist, þetta mitt máli með hraðskák að það getur allt gerst. Góðu gestir. Já. Hann hefði til dæmis getað leikið drottning E4 þarna og hótað drottning E6 sem hefði bara verið húsi. Og það hefði bara verið 3-1. Það er alveg með ólíkindum. Og líka Hrókur H4 áðan var náttúrulega bara tjaldi. Það var bara drottning í hafi fyrir Hrók og 3 mundir til að byrja með. Já. En núna veit maður ekki alveg hvað er gangi en augljóslega Svartur komið með frábæra sens á að vinna skákina, jafnvel. Já, heldur betur og þetta búið að snúast. Sennilega var Jói ekki nógu stressaður hérna í Nei, þú kommentaði á það var kannski aðeins og slagur, sko. Og núna byrjar að fara í eitthvað svona og hvað er pointið? Ég bara drepa á A3 og ég hóta að skáka á A2 og ég bara komin í bullandi færi á Riddar F3. Já, og Riddar F3. Og Símoni sá glotti, hann finnur þetta vantilega, hann sá þetta og Biskup F4 og það drepið. Já. Og það Arabian Smout eins og þeir kalla það og það sem að Riddarinn og Hrókurinn, þetta bara drepið, hann sér þetta á stundinni og that is game, sko. Og við sjáum að Hrókurinn bara H2 hefði verið mátt í næsta leik og þetta bara ótrúlegt, Bjössi, 2-2. Þetta snerist með alveg ólíkindum í raun og veru að því að hérna þetta það var bara 3 miður. Já, þetta er versta staðan sem að Símon hefur haft í hérna einvíðinu hingað til, þannig að ég held að það er bara í lífi sinu, þetta er bara 3 bara fyrir ekki neitt og það var ekkert sprikl fyrir utan það að leyfa drottningum að vera á borðinu, sko. Nei, hann slapp þarna þegar Jói mista H4 þá hérna. Já, nákvæmlega. Þá einhvern veginn fekk hann meira líf í þetta. Nákvæmlega. En nú er áhugavert að sjá, þetta hlýtur að gefa Símoni alveg svakalegt hérna svona hvatningu að hérna. Já, ég meina hann er back in it, sko. Já. Það er ekki spurning. Og hann er mitt óhræddur og lætur vaða og hann er klókur í taktíkinni. Já, við sáum það. Þetta mitt svona það sem Símons styrkleiki sko, að hann mun ekkert missa af Riddar F3 og Hrókur F4, sko. Hann sér þetta bara strax. Já. Og þetta er í vöðvaminninu. Þetta er í vöðvaminninu, eins og menn segja. Fáum upp svona seimi stöðu hérna í Kóngsindverðunum og við sjáum að þetta er sennilega ekki skák nummer 2 í Kóngsindverðunum. Jú. Þeir eru búin að skiptast á að leika E4 og D4 og svona. Jú, við hefum náttúrulega mikla reynslu að sitja í þessu beyglustöðum. Já, nákvæmlega og við sjáum að Símon skipti afbrigði og fer núna í F3 afbrigðið. Já. Sem er svo kallað seimish. En ég náttúrulega þekki ekki neitt og veit ekki neitt en finnst mér þetta að vera líst svolítið vel á þetta fyrir hérna fyrir hvítt, sko. Nákvæmlega og við sjáum að hérna það felst svona smá í því að leika F3 og Riddarinn fer þá til E2 en ekki til F3, það augljóslega peðir þar og hann fer til G3 og er svona aðeins að horfa á Riddar F5 og við getum oft séð hérna í þessu svona stöðum stundum er meira að leika Riddar F5 bara í dauðan, sko. Já, ég meina þetta er bara þetta hlýtur að vera að rjóma stað á hérna hvítan finnst mér. Það er svona notfæra einhvern veginn. Þessi riddari er ekki að fara að gera neitt. Þú veist, til dæmis Hrókur G1 gæti verið athyglisverður. Eða drepi og Biskup H6, hann þarf sennilega að taka með FP út af Biskup H6 út af því að þegar hann tekur með FP þá getur hann allavega notað svona 7. Reyta röðina til þess að valda
valda eitthvað, riddar F8 og hvað, Símon mista hessum, annars væri hann nú ekki að tala út í loftið. Já, hann bölvaði Símon. Nákvæmlega. Og þá kemur frægur frasi á ensku sem að sko Knight on F8, never mate. Þetta einhver nördafrasi. Alltaf, drepið á C5, D-drepið C5 vantilega. Heyrðið kallið tilbaka, en við sjáum að, veist hvað, og ég held að Símon verið mynd að benda á P og G5, var að fatta að það er honni. Hann þarf ekki að leika drottning H4, en hann að missa öll tök á stöðinni, menna þú getur ekki verið að reyna að máta á hálinni með 2 kalla og... Nei, en ég held þetta sé nú alveg í góðu lagi ennþá, menna hann með hennan C4-1 riddar er að fara að koma inn á E3 og ef að hvítriddabiskupinn það er spurning hvað að hann fyrir nú ekki að skipta upp á... Nei, menn hann nota bara biskupinn á F5 til að vera að horfa á C4. Já, ég held að þetta sé alveg fín stað ennþá á Símon, sko. Já, og sjáum svona hefðbundið fórn út af því að annars hefðu við bara sett kallana á C4 og E3. Já. Er að, hvítur er ekki með svartarinn biskup, þar með vill hann fórna þessu P freka til þess að P á C5 stendur núna ekki í veg drottningunar. Já, og sjáum að drottning D4 er alltaf rosalega sterk hótun og er að stoppa líka bara að þessi riddari komist á E3 eins og við tölum áðan, sko. Og annarkor drottning D4 eða sem að hóta svo sem engu eða biskup D7 og vill væntanlega Já, sko, ég held að Símon ætti nú að fara íhugað alvarlega að reyna að fara að koma drottningunni eitthvað bara tilbaka í spilið. Já, ég er að pæla B3, ég byrjar að vera stressaður eitthvað. Skákar svona og byttu. Þetta er ekkert mát, en hann er eitthvað að pæla í að fórna drottningunni, en hann getur ekki... Hann getur núna kannski leikið hrókur C-H2. Já, en þá er sko onni á C4 og það er ekkert mát. Það er smáveginn. Já, sem sagt til þess að máti virkar þarf biskupin að valda G8-reitin. Þannig að ég var að pæla í leika eins og B3. Make mest sense, en hann vill sennilega leika biskup B5. Já, og það er alveg vesen. Ég held að þetta hafi verið aðeins of, Þetta, já. Hann verið of bráður á sér, Símona, En ég verði að gefa Jóa það að mér leist nú ekkert alveg strax á stöðuna að C5 var ótrúlega, C4 ótrúlega sniður. Já, þessi fórn er náttúrulega, eins og ég segi, mjög dæmigerð og við sjáum að þó að hvítur er peði yfir, þá snýst þetta nú það að kóngurinn á E-num mun lendi í vesinni. Við sjáum að hann getur farið með kóngin á A1 eða B1 eða eitthvað, þá kannski væri hann feskur, en það er ekki allt sem maður getur fengið í lífinu, en ég var samt ekki viss og drottning D6 ég skildi ekki alveg hverju þú myndir fara og leyfa hvítum ég meina að hann draf reynda P á D6, en ég veit ekki, ég hefði reynda að leika einhverju öðru, en spurning hvort að það var ekkert annað í stöðunni kannski. Nei, en sem ég segi, þetta er alls ekki Þetta er bara mjög óljós stað. Já, þetta er bara mjög óljóst. Nú er að koma freka djúsi reitur hérna á D5 fyrir rittarann. Nákvæmlega, en ég held að Símon glemdi þetta því að Já, það er onni á G5 og... Þetta er í annað skipti sem hann gleymir því að... Já, og það er svo skemmtilegt að hann bendir okkur alltaf á það, sko. Já, bæði skipti. Já, en þetta var vissinni, sko. Hann dreipur með G5 á rittara, sko. En býtuðu núna rittari D5... Nei, það er onni á F3. Það er onni á F3 fyrir G1. Já. Þetta er hreinlega vesinni að riddarinn þarf ekki að vera F8 ef hann getur drepið P og G5 og valda mátið. Já, þetta er ekki... Já, og við sjáum að staðan byrjar að hrynja og hann mun nota E8 hrókið sinn sem er ekki að gera neitt þessa dagana. Hann þarf ekki að vera valda þetta P og E5 og mun vænta að núna aktivera hrókin, annarkvæmt hrókar F8 eða þetta, en ég hefði sannlega hugsað. Já, en ég meina ok, kemur núna örugglega hrókur C8, reyna að fara til C1, halda pressun uppi. Eða H5, ég menna þetta er öll staðan. Núna getur hann drepið. Já, þetta er bara ekki öll staðan og Símon er að fara að taka 3-2, bara hvað er í gangi? Þetta... Býta eins að skáka á A6. Aðeins að reyna einhvern veginn að... Já, en... Hvað? Já, en til dæmis hrókur E2, eða ég segi bara svona. Ég gæti gert það ef ég er hræddur að hann næri eitthvað skonar... En ég meina, hvað er að kongur G1? Skáka A7 og kongur H1, eða skáka B6 kongur H1. Bara slide to the right og biskup H6 hérna er
Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Hann þarf væntanlega að fara með riddaran einhvert. Já, það á hann kannski riddari F7. Já. Það er hugmyndin. Þetta er mjög, En það er svona, já, og riddari F4 virkar ekki út af, það er ekkert onni á G6 og drottningar A6 valda það. Þetta er F6, en þetta leist mér ekkert á. Núna drepur hann bara og leikur kongur G8. Það er ekkert skák á H7 eða H8. Já. En þetta sést bara á vélknúum. Hrókur G2. Þetta er ný frasi, riddari G5, never made. Jú, hann var bara að sjá lengra. Þetta er réttið þér. Við getum ekkert, afsaka þetta Símon. Drottning B6 skák og hvað? Drottning... Nei, drottning, já, þetta er bara, hvað, hann átt, nei, en byrju, já, og kongur G3, ok. Þannig að núna loksins er þetta búin að komast aðeins í ljós og þetta er ekki nóg. Kongur minn bara dansaði kringum kalla sína þarna og enda dags þá er Símon kallið yfir. Ég ætla nú bara að drepa á E5 og F4 eða drottning F4, hóta drottning F7. Og 3-2 svakalegt. Já, bara signa sig. Já, það er ekki flótan af það. Hann er með sínu manni í liði greinilega og ef hann vinnur þetta þá var það út af þessu. Já, mér síðist það. En já, ég meina H5, ég meina hann var bara enn og aftur bara með kólunnið. Það var engin ástæða fyrir að leika H5 þarna. Ég meina, mátið á H7 var bara að valda þessu riddara þarna. Já. Og bara leika bara hrókur F8 og byrja að byggja pressu niður og það var eiginlega bara allt byrjað að hanga þarna hjá Símonu og kongurinn mjög illa staðsettur á G-num og... Já, þetta var nefnilega orðið mjög, þetta var svona eiginlega einhvern veginn alltaf hrynja hjá Símonu og þá kannski lét, ég veit ekki, Jói bara einhvern veginn. Ég held að hann bara mista þessu möguleika. Já, það bara hlýtur að vera og við sjáum að E4 á borðinu og já, náttúrulega Nætdorf og biskup E2 eins og ég segi, biskup E2 á móti Sicilian er búin að vera í eitthvað svona tísku. Já. Út af því að þú færð alltaf svona svipa stöður þó þú ert að tefla á móti kannski öðruvísi síkilega vörnum. Og fyrir áhverjandur þá náttúrulega til svona 10 mismunandi síkilega vörnir. En sjáum að hann er mættur í E4 aftur og einfaldlega út af því að Jóhann veit að það er fyrstur upp í 3,5 þannig að Símon dugi jafnteflis fyrir sigur á þessari viðureign og nú ætla ég að segja að ég ætla að vona Símons vegna að hann fari ekki að breyta eitthvað út af því sem hann hefur verið að gera sko, því að ef hann verið að tefla á jafntefli þá er alveg vissum að það fari ekki vel. Nei, og ég held nefnilega að þetta er einhvers konar tilraun að tefla til jafnteflis og þessi struktúr hérna er sko býður upp á 3 úrslit væntanlega. Við sjáum að hvítur er með meira rými á drottningavæng og þar með einu peði meira og ymmit er alltaf spurningin að maður reyna að leika á þeim helming sem maður er sterkari með á og ég veit ekki, Jói, ég er kannski skotinn hvort að hann hefði mátt skjóta inn biskup drepa G5 og svo nei, hann hefði ekki mátt það Nei, já, þá hefði ég hangið á C5 en ok, og þetta er ymmit bara betra og hvít. Þú ert búin að, þetta er bókstaflega, þú ert með 4 peða motið 3 drottningavæng, ef þú nærða að íta þeim áfram, þá byrjar það að fá einhvers konar betri stöðu og það er einfaldlega það sem er að gera hérna og ég meina hvort myndu vilja hafa peða á E5 eða peða á C6, ég meina svarið er nokkuð ljóst, alltaf í mínum huga, að peða á C6, ef það er ekki að falla eftir 5 leiki, þá er þetta peð að gefa hvítum bara mjög mikla vinningssjansa. Já. Þetta ætti að verða svona svolítið mikil þjáning væntanlega framöndan fyrir Símon myndi ég ætla. En nú er spurning hvernig Jói stillir þessu upp að 3 ég er ekki viss, ég hefði örugglega leikið drottning B3. Já. Svara hrókur B8 kannski með C7. Já. Það verið hægt. Ég var að spája hvort hann hefði mátt leika hrók biskup C4. Já. Fara með hann á B3 og vera með eitthvað F7 leiðindi. Já, nákvæmlega, já. Það hefði kannski geta verið sniðut. Já, það hefði ekki verið onni á C6 út af
Bistrip FC Skák og hrókarnir hefði alltaf verið að horfa hvort annan á sélinni. En við sjáum samt núna, Jói væntanlega að fara að leika bara hrókur, C5 og hérna, eða hvað? Já. Nei, hann bara slagur. H3. Hann ætla bara að, já. Nutt þetta í rólega heitunum. Já, nákvæmlega. Þessi leikur hérna H3 er þýski frasinn luft, sem að því einfalda loft á íslensku, við segja ekki að því, og sem sagt, hann fyrir sér það eftir kannski einhverja 10 til 20 leiki að þá verður ekki mált í borði, sko. Já. Og þetta ástæðan af hverju að þessi frasi er til. Þannig að við sjáum að eftir einhverja 10-15 leiki að það myndi koma Skák á B1 að þá allt í hennu væri kóngur H2 allt í hennu þessi póki, sko. Já. Þessi vasi. En Jói er að neyða hérna Símon í að þetta er bara í drottningaskipti og við sjáum það á svipbrigðum Símons að honum finnst það ekki gott mál. Nei, hann er brálaður. Já. Þetta er farið að vera ansi vænlegt. Já, og líka bara við sjáum að Peð og A6 er líka að fara að falla og hann þarf aðeins að valda sig, leikum væntanlega C7 og riddari E8 og kemur hrókur D8. Já. Og riddari verið leppur, þannig að Peði á C7 væri ekki onni og þetta er bara búið. Einfallega hrókur D8 og biskupur A6 er til að stoppa hrókur D8 þarf það að gera eitthvað í því og þá kemur biskupur A6 og ég meina, hann getur bara að gefa þetta. Já, þetta er búið fyrir aðdáendur Símons. Nákvæmlega. Og þetta smá vonbrigði, en ég held einmitt það sem við ræddum að ég held að Símon hafi kannski verið of mikið að hugsa það að reyna að einfalda tablið og hérna. Já, og líka, þú verður að skilja peðastruktúrin, sko, mátt ekki leyfa B4, C5 og vaða á þig, sko. Já. Þannig að sennilega í þeirri stöðu nú þegar, bara eins og ég segi sá þetta og byrsti bara A6 og það er bara gefið. Já. Og við erum að fara í bráðabana. Já, það hefur nú bara ekki gerst í dágóðan tíma, sko. Já, og ég veit eiginlega ekkert hvað gerist núna. En já, við sjáum í þessari peðastruktúr þarna er að ég skoða þetta eitthvað með hvítu á sínum tíma og fá þessi fleiri peða á drottningavæng og þar með þar svartur reyna að íta E-peðinu upp, sko. Já. Hann hefði átt að leika peðdreipur C5 þarna og fengi bara hans verri stöðu. Já. Því að má ekki leyfa drottningavængja peðunum að fljúga áfram því að leiðu að þetta peði koma á C6 þá er staðan bara svo rosalega erfið, sko. Já. Þetta var held ég það að hann einmitt ætlaði að einfalda tablið og hratt. Já, nákvæmlega. Svo það er svona hefðbundin mistök. Já, þetta er alveg mjög skiljanlegt, sko. En ég held að Símon þurfi núna að andarólega og fara aftur í að gera það sem að var að virka vel. Já, nákvæmlega. Og ég meina, þess að sjáu þegar það var lítill tími eftir og staðan svolítið flókin að þá er Símon alveg ólsegur, útsjónasamur. Já, nákvæmlega. Hann teflir Nædorf og ætla samt einhvern veginn að bakka og skipta upp á öllu. Það er bara ekki í andastöðunar. Nei. Og við sjáum að ekki hans karakter heldur eitthvað. Nei, þetta fór algjörlega bara í hnakkan á honum og staðan 3-3. Já, heldur betur en hins vegar er þetta búið að vera alveg stór skemmtilegt einvið, mikla sviftingar og... Já, nákvæmlega og spáur okkar algjörlega út gluggan. Við spáðum Jóhanni Hjartarsyni nokkuð þægilegum sigri, 4-1 og ég sagði 3,5, 1,5. Já. Og... En Símon er alveg... hann náði að... Ég ætti ekki að segja grísa, en Jóhann var bara ekki nógu vakandi í þessum 5 skáku sem hann tapaði sem að hefði algjörlega bara geta farið honum í hag. Já, algjörlega. Og eins og ég er svo sem oft reynt að koma á framfæri að það er ekki til grís í skák og ég myndi einmitt freka að segja að hann væri búin að vera bara ótrúlega útsjónasamur og búa til svona móðurreik eitthvað úr litlu, sko. Já, nákvæmlega. Og gera það vel. Og það er einmitt máli með hraðskákina, sko, að þú veist, þú ert komið með svona ákveðið frumkvæði er að þú vilt bara enda þetta, þú vilt bara, þú veist, eins og þetta bara hrókur H4, bara taka sína sigra, bara drottningin farinn og út af því að málið er að einfalda það að þú ert með eitthvað 10 sekúndur á klukkuna, breytingum málið úr kall yfir eða ekki, það getur bara allt gerst. Við sáum einfalda hann missa tökin á stöðunni, ekki einu sinni heldur tvisvar. Heldur betur. En eru þeir að fara að byrja núna
Já. Við tökum örstuttar auglýsingar og svo verður hérna bráðabann í það sem við förum yfir útskýru reglunar eftir örstuttastund. Takk fyrir. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega ferði hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Þessi endar í netinu. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, verið velkomin aftur að skjánum. Við erum að fara í bráðabana í einvígi Jóhanns Hjartarssonars og Símon Þórhallssonar. Stór skemmtilegt einvígi að baki og nú það uppbótartíminn. Og reglurnar eru þannig að það var dregið hérna liti við hátíðlega athöfn og Jóhann fekk fær hvítt í fyrstu skákinu og það einfallega bara telt þangað til að annarkur vinnur. Nákvæmlega, þannig að ef Jóhann sigrar þessa skák þá þannig vinnur hann bara 4-3. Já. Eins og við áður nefndum þá fyrstur upp í 3,5 og ef þau gera jafntefli þá verður bara spila aftur. Bara, þannig að já, ef það mörg jafntefli þá verður við algjörlega í alla nótt en ef það ein sigurskák þá Við stöndum vaktina áfram en hins vegar sko heldur betur. Það nýn lokin alltaf þessari síðustu skáki einvíðinu þar sem að Jói var með hvítt og þetta var algjör einstefna í raun og veru. Þetta var svona eiginlega örugasta skákin í einvíðinu þannig að núna þarf Símon eitthvað aðeins að fara yfir í hausnum hvað gekk illa og eitthvað breytt út af. Nákvæmlega, ég meina ef hann var svona stífur á að tefla upp á jafntefli þá var hann alveg eins ekki geta valið nættorunum og telt bara Petrov eða eitthvað hundleðilegt sko. en það samt máli sko að þetta bara svo hefðbundið mistök að reyna að skipta gír og reyna að fá eitthvað svona jafntefli út af þú svona ógeðslega stressaður og bara vilt bara fá þetta jafntefli bara að klára og bara vera bara komin í fjarlægu úrslit og heldur betur sko. Og við sjáum það alveg að það ró yfir reynslu hrossinónum Jóa en við erum búin að sjá það svolítið á Símoni að það eru mikla tilfinningar í spilinu og sviprið og annað sko. En Jóa, við varum samt búin að nefna það kannski búin að aðeins og slagur líka. Já, einni skákinni þegar hann var með alveg gjörinni þá hefði hann kannski aðeins mátt vera svona meira á varbergi en ég held að nefnilega fyndna að ef að Jói væri til dæmis með sægi myndin af Símoni þá myndi hann örugglega líka maður sér afleikina hjá Símoni á bara myndinni. Hann er mjög mikið með svipina sko. En dásanlegt, það er gott sjónvarp. Já, það er gott sjónvarp og líka bara sýnir hans ástríðu fyrir skákinni. Já, ég heldur betur, hann er Símon nefnilega mikill keppnismaður sko, Já, það alveg klárt mál.
En hvað í gangi hérna? Þá eru komið með ákveðið svona modern hýbríst afbrigði held ég með A6 og B5 og ég nú engin sérfræðingur í þessu. Nei, ég veit ekkert hvað að gerast hérna en svona bara fyrsta hugsun mín sko svo að þetta virkar eitthvað svo mikið sulla, kannski það Símon í hag sko með hvernig skákinnar hafa þróast hingað til. En byrju C4 og D5 það svona virkar góðan daginn, skilur við, með allt miðborðið og það engin press á E5 heldur og það valda tvisvar eftir það. Nei, ég held að Jóhann... Það samt eitthvað peða A4 en ég meina, mér sama. Eiginlega ekki, sko. Ég held að Jóhann sé mjög líklegur til að fara út í þessa... eða hvað, máttu ekki stinga inn í A5? Sem sagt, leika C4, ertu ekki að tala þá riddar í B6? Nei, veist það, hann fer auðvitað til B4 út af það valdaði reiddur, sko. Og setur press á D3 biskupin. Já, og þar eftir D5 hefði verið eitthvað. En augljóslega markmið Símons með þessari byrjun að eins og ég segi, ég held að hann var búin aðeins að klóra sér hausnum og fatta það að virkaði ekki að tefla svona rosalega passíft á móti svona miklum reynslu bolta og reiddur við C3, hvað, þetta bara skot? Já, þetta bara heldur betur skot. Já, og miðborið fellur og drottning dreipur D4 og drottning dreipur C3. En býðum nú við. Það eitthvað mús hérna að fælast fyrir okkur. Já, en þetta verðist bara allt hrunið hjá Jóhanni. Já, ég meina, hann þarf að leika E6, en ég meina, ég sé ekki, hann þarf að reyna að halda áfram með eitthvað svona eld. Ég meina, hann leikur E6. En ef að Símon gerir einhverja vitleysu þessu F6, þá kannski onni á H7. Og þetta er ekkert búið. Nei, þetta er engan við. Sjáum að riddarinn á B8 og hrókurinn á A8 eru áhorfendur eins og staðan og já, frá reynslu þá viltu ekki vera með nokkra áhorfendur í liðinu þegar allt er í húfi. Nei. Og biskup B2 er líka á tökkunum. Gæti verið frekar óþægilegur til að skipta upp á vardamanni svart sem er væntanlega skásetjaði biskupin á G7. Og við sáum ekki það gerist og mér er alveg byrjað að líta vel á færi Jóhanns í þessari stöðu. Já, ég meina, sko, Símon verður heil lengi að koma þessum riddara á B8. Já, nákvæmlega og þar með hinum hróknum líka. Já. Og ég sé ekki hver ekki bara drepa á G7, tekið og leika, reyna að koma drottningin á B2 eða E5 með því að leika drottning E2. Já. Hver er hugmyndin með þessu? Bara valda peðið, ég menna en þú veist, hver er mér ekki sami með þetta peðið ef að þú ert nú þegar, þú veist, 10 peðið myndir og ert bara að reyna að máta, skilur, þá af hverju myndi A4 peðið skipta hann miklu máli út af því að svartur er að fara að vekja upp drottningu eftir 30 leiki eða, nei, ég væntanlega ekki, þú veist. Nei, en mér finnst þetta svolítið skrítið, svolítið heggfara en hérna... Já, veist, ég er bara að drepa á G7 leiki drottning E2, halda stöðunni gangandi. Já, ég myndi líka halda að Jói myndi vilja að kóngurinn væri á G7 bara upp á alls konar skák og skákir og vesinn, sko. Já, ég meina kóngurinn væri illa staðsettur á G7 heldur en G8. Já. Og við sjáum að, menna, ekki endilega slæmt sem að gerði, en hann er samt búin að missa þráðina aðeins, sko. Já, þarna kemur leikur sem hann hefði átt að leika eða fyrir lengur. Og það er málið að það er ákveðna reglur að þú ert nú þegar, peðið að 2 undir, ég kann nú varla að telja, en þá er þér alveg sama eitthvað annað peð líka, sko, frekar bara að halda árásinni gangandi. En aftur á móti, jafnvel þó að Jói sé ekki að fara að máta úr þessu alveg strax, sko, þá er þetta svolítið óþægilegt á Símon, hvernig kemur hann út mönnunum. Þetta er góður leikur, reyna trufla stöðu Hvíts. Já, C3 og svona smá stugga eins við drottningun á D2 og... Drottningin er náttúrulega hún þarf að verja hennan riddara á G5 en... Nákvæmlega. Og við sjáum að líka, sko, ég líka byrjar að pæla hvort að leikur þangað og ef hann nær riddari 6-6 hrókur A D8 þá
Já, hann hlýtur að leika núna Hrókur D1, hann Jói, mér finnst það mjög líklegt. Já, en þá sjáum við að það var lengi punktur í Biskup D5, það þarf bara að fara tilbaka. En þá var líka spurningin, af hverju gat hann ekki leikið H6 og reynda að hirða P á E6? Já. Og hefði það valdað P á C4, valdað Biskupinn á C6 og reynda og fengi allir reytin riddari D7 því að P á E6 væri horfið. Já, núna þarf Símon að taka erfiðar ákvarðanir. Við sjáum það ef hann leikur Hrókur D8 sem að kannski fyrsta sem flestum dettur í huga þá ætti hann kannski, hægt að drepa hennar biskup á D5 og drepa síðan rittaran á B8 með skák. Já, nákvæmlega. Það hefði virkað og líka rittari F7 hefði líka bara verið tjaldið, sko. Já, þannig að Símon sá þetta, hann taktískur og lék H6 og nú Jói væntanlega melta hvort það megi fara á F7. Gerir það og já, ég meina bara hvað í gangi? Það, menn að fara að detta niður undir 20 sekundur og sko þetta, með hvernig einvíðir hefur þróast, þá ætti Símon að vera mjög ánægð með þetta því þetta algjört sull, við vitum ekkert hvað að gerast. Já, væri dæmi ekki að Símon leika F4, ég samt ekki viss hvað það sé rétt, reyna að leika F3 síðan og jafnvel bara F2. Hann á eftir að leika F4, ég alveg 100%. Já, bara F4, drottning eitthvað og ef hann fyrir til C5 og fyrir þangað, já, bara F3, okkur ekki. Ef þú drepur á D5, þá hann bara F2 allt í hennu og við sjáum að tvöfaldar pressan, þannig að hann getur, biskupinn ekki onni og ef hann ekki onni þá ert í vesinni, en hann rittar F5 með hvað, jafntefli? Nei, F2, býtu. Halló. Býtu, hvað að gerast hérna? Halló. Hvað að gerast? Veitu, af hverju F2 ekki bara mát? G3? Já, en nei, það bara drottning. Ég trúi ekki. Og hvað að gerast? Ég skil ekkert hvað að gerast. Og skák og kongutur bara hás, þetta er bara búið. Já. Eða þarna. Og rittar F5, ég dref það bara og... Já, en af hverju draf bara ekki bara H6? Gera það núna, ok, whatever. En það skák. Nei, byttu. Hann á drottning G8. Guð mig góður með, menn að vera að gefa manni. En að rittari segir svo drottning G7 og Já, ok, hann ok. Símon Þórólfsson að fara að taka þetta. Ég trúi þess ekki. Já, ég ætla nú ekki að bara... Ég trúi það, ég er að horfa á það, en veist hvað ég meina? Já, Símon stressaður, hann að við... Já, hann sérðu hvernig hristismæður, hann að... Já, ég held að þetta sé eitthvað jarðskjálfti yfir norðan. Já, hann að deyja úr stressi. Biskup A3 og hvað, bara C3. Það ekkert að frétta, en eins og segja, nei, menna, ég trú ekki að geta gert hérna. Hann gefur þetta. Símon, þetta var alveg, og Símon hann er bara farinn og við sjáum eitthvað blómanna í bakgrunn. Já, ég myndi gefa reynda mikið fyrir að væri svona live kamera á Símoni núna, það verið sennilega... Já, nei, hann er alveg 100% hoppandi og skoppandi gegnum íbúðinu sína, sko, það er verið að taka einhverja skriðtæklingar þarna og fótboltastíl, sko. Þetta var bara óvænt úrslit, fyrsta lagi, en þetta var bara allt í háaloftið þannig endan. Nei, sko, ég veit ekkert eiginlega hvað var að gera þarna, sko. Mér leist mjög vel á þetta og Jóa náttúrulega bara, fyrst hrundi staðan, svo allt í hennu fannst mér eins og Jói var komið með eitthvað svaka kánter. En þetta er alveg málið, sko, biskup C2 að fara að bakka og þú ert með frumkvæði, þá þú verður að halda tempóin áfram, getur ekki bara verið bara ok, skilur þú, og bara, þú veist, nei, þú voru að halda áfram að keyra á þetta, sko, þannig að, þú veist. Já, það var líklega og hægfæra, svona miðað við hvernig þetta, það er rétt, sko. Já. En þetta var alveg rosalega skák, það væri fróðlegt að sjá hvernig, hvað tölvan segir þetta, því ég get alveg ímyndið mér að það er svo... Já, þetta var örugglega sigur mörgusunum á Jóhann og síðan á Símon og... Já, en eftir stendur bara ótrúlega, óvænt og óvænt úrslit. Já, og Símon mun þá, hann mun mæta, ekki Vigni heldur... Hann mun mæta Braga Þorfinnsinni. Já. Þannig að þú þekkir eitthvað til. Já, kannast aðeins við hann, en það verður líka spennandi einvígi og mjög ólíkir, eða svona einhverju litu ólíkir stílar sem þar.
Nákvæmlega. sem það mætast, en já, þetta eru 2 einvígi, reynslan gegn norðrinu Nákvæmlega. og við erum að fara að fá annað slíkt núna eftir örskama stund, þá munu Jón Kristinn Þorgeirsson og Helgi Ás Gretarsson kljást. Þeir eru að fara að koma sér fyrir og við ætlum að taka örstutta pásu þangað til að við komum aftur. Ekki fara neitt.
Já, komið sæl og blessuð og velkomin aftur á skjánum. Við erum að fara í seinna innvíi kvöldsins í 8 manna úrslitum Íslandsmótsins í netskák. Þeir eru að koma sér fyrir Jón Kristinn Þorgeirsson sem staddur á Akureyri og Helgi Ás Gretarsson, stórmeistarinn sem komin hérna inn í herbergi, hérna fyrir aftan okkur á Arena við Smáratorg, þar sem að útsendingin fer fram. Ég og kollegi minn Hilmi Freyr Heimisson, við erum ennþá í hálfgerðu bara sjokki eftir hérna brjálað eiginlega. Ég bara eiginlega trúi ekki, sko. Þetta var bara, ég meina, hann var bara með svo ógeðslega góða stöður hann Jóhann að ég er ennþá að melta þetta, sko. En ég vil líka segja, sko, ég held ég nú bara ekki lent jafn mikið í því að, sko, það voru svo margar hérna stöður í því einviði sem að ég vissi bara ekki alveg með hvað var að gerast, sko. Nei, já, þú varst orðin smá svona fáskiptir á kafla en ég var bara svona að reyna að ná þessu öllu hérna einhvern veginn inn en sko ef við höldum að sem sagt að við séum búin að sjá alla sturlunni í kvöld þá það heldur betur hérna sem sagt held ég við heldur betur vona okkur ennþá verra núna af því að það nú sennilega ekki til trilltari skákmaður en Jón Kristinn Þorgeirsson. Já, hann náttúrulega bara supertalent og hérna hefur ekki litið í skákbók síðan 2008 en samt bara einhvern veginn hérna, til dæmis númer 1 á landinu þessa dagana í hérna, bullet skákinni. Já, var hann ekki bara að komast í það sæti? Var ekki einhver annar? Já, það var einhver gæi sem að misti 100 stig í dag en það var örugglega ekki ég. En þannig að hann númer 1 þessa mundir en hérna, hann rosalega öflugur sko á netinu. Já, og hann bara að tefla sprengiskák og hérna. Já, ég veit ekki vita hvað það Nei, það hræðilegur variantur sko, en já. En hann sko, já, ef við lýsum honum í bara, þá raun og veru Jón Kristinn Þorgeirsson, það ekki mikil þekking en ótrúlegir hæfileikar. Já, bara, já, hann ótrúlega taktískur og hérna, já, hann bara svona teflir einhvern veginn bara það sem hann vill og sér hlutina bara allt öðruvísi en bara basically allir aðri skákmenn sem ég hef einhvern tíma að skoða skák með og bara rosalega kreatífur og hérna, já. En sko, veit okkur í spána áður en hérna, Já, við vorum aðeins að hérna, melta með okkur hvernig við myndum spá þessu og Helgi Ás náttúrulega, eins og við bara þekkjum, ótrúlegu keppnismaður, frábær skákmaður, líka miklir hæfileikar en hann hefur stundum miðað við hina kannski stórmeistarana hann kannski hérna, fræðilega ekki jafn sterkur og hinnir. Já, en hann samt mjög sterkur í hraðskák. Frábær hraðskák, búin að vera oft Íslandsmeistari. Já, til dæmis var þetta Íslandsmeistari og með 11,5 af 13 þar sem ég var svo rosalega mikið að reyna að ná honum en ég var í öðru sæti þetta árið með 11 af 13. Já, en ég ætla að spá því núna að hann muni vinna 4-2, það var mín spá. Já, og ég og Jón Kristinn búin að þekkjast lengi og það eiginlega minn maður og ég ætla að spá honum 3,5, 2,5. Já. En eins og hérna ég hef sýnt upp á þá spáum mín alltaf bara kolvitlaust þannig að þessi orðskipta lengur máli. Ekki ég skárri. Nei. En allavega Jón Kristinn sérst með hvítt í fyrstu skákinni og hérna þetta nú komin einhvers konar bara síkilega vörn sem að hérna kemur nú samt. Ég veit ekki hvort það komir eitthvað ávart. Nei. Kannski kemur það mér bara ekkert ávart en hérna. Já, sko ég held að þessi matchi verður svona, þessi viðureign verður mjög svipuð og viðureignin sem við vorum með hérna bara fyrir stuttu. Já. Að Jón Kristinn og Símon eru með svona smá svona hérna svipaðan skákstíl og eru mjög svona taktískir og Já, ég held alveg eins og bara komið ljós í einvígi Símons og Jóhanns að ef þetta endar í miklu tímahraki og barningi og allt upp í loft þá myndi ég halda að það væri mjög gott fyrir Jón Kristinn ef það kemst út í þannig. Nákvæmlega og séðan náttúrulega bara veit maður ekkert hvað Jón að fara að tefla sko. Það er náttúrulega eitt í þess hann er náttúrulega algjörst ólíkinda tól sko. Já, ég meina kannski er hann búinn að tefla 3 skákir á netinu síðustu 3 mánuði eða hann er búinn að tefla svona 30 skákir síðustu 3 mánuði. Maður veit eiginlega aldrei hvað 30 skákir í dag. Já, nei, ég meina ég veit að hann er mikið að tefla og
en já, þegar svona kemur einhvern veginn í svona köflum, stundum hann held ég ekki að tefla neitt og Já, stundum hann bara eitthvað að reyna að verða númer top 100 í heiminum í sprengiskák sem hryllingur. Já. En aldrei aftur minnast á sprengiskokk. nei, ég sleppi því. En ég veit ekki, Svona sko, ég held einmitt að Jón Kristi þyrfti að forðast það að lendi í einhverju svona tæknilegu aðeins verra endatabli. Já. Það var einhvern veginn myndi spila svolítið á styrkleika Helga en Já, nákvæmlega. En Já, þetta svona frekar svipa. Jón vill vera halda svona ákveðnum skot árásum í gangi og vill vera að halda köllum inn á borðinu og hann vill dýnamík og og þarna sjáum við að kameran hans Jóns fór algjörlega víð á veg og hann veit örugglega ég er að tala um hann. Já, flottur. En það er það hefur samt örugglega gefið Jóni alveg smá kraft, hann ætlar að gefa eftirbátur Símons vinna síns. Nei, nákvæmlega og vitum náttúrulega það að Símon og Jón Kristinn hafa verið að berjast skákmeistari Akureyrar alveg bara fram og tilbaka og ég held að Jón Kristinn örugglega bara einhver tífaldur skákmeistari Akureyrar sko. Já, þannig að ég er alveg viss að það gefur honum auka kraft að hann ætlar að feta í fótspor Símons. Já, nákvæmlega. En Jón er svona... Já, hann er svona drottning G5 og riddari G3 og hann er að fara að setja á kónginn og helsti styrkleiki Jóns er náttúrulega hversu trikki hann er og líka bara hversu svona hratt hann býr til vandamála. Sjáum tímamismunina núna að þetta spilar inn í og ég veit nefnilega frá minni reynslu þá hef ég og Helgi Ás náttúrulega telt margar hraðskákir og staðan bara í einhverju jafnvægi þar, kannski aðeins betra á Helga en hann já, svona ef þú teflir mjög hratt á móti Helga þá einhvern veginn svona hann mjög fljótur og bara fara niður í einhverja 20-36 sko. Já, og það svona hans veikleiki í hraðskákina mínum mati. Já, hann á það til að stundum að hugsa eiginlega of mikið og koma sér í vandræði og ég held hann sé sko betri í tímaraki sko með klukku og borð heldur en með músina sko. Já, ég held það bara líka og núna er líka spurningin sko það sem nefndum áðan sko, hvort hann hitaði upp eða ekki og ég held að svarið nei sko. Þannig að þú veist, maður veit aldrei ef hann með eitthvað 2 sekundur á klukkunu og er óvanur þessari mús það getur haft mikil áhrif. Já, það getur haft mikil áhrif. Ég man að ég áslippaði eitthvað svona daginn en það riddari D5 1-6 og það skiptir upp á drottningum eða hvað, Jón Kristinn, hann er svona gæði, leikur riddari E7 eftir 10 sekundur og leikur síðan hinn riddandi G3 og mátar Helga bara, takk. Ég myndar enda mjög líklegt að hann leikur í vandalega. Já, ég þekki minn mann, hann leikur F6 vinnur ekki mannin út á drottningu G6 skák. En er ekki núna hrókur C5 eitthvað óþægilegur eða? Jú, en byrju, hann leifir þetta ok, ég menna sko annarkorti riddarinn E7 fara að vinna skákina eða, en ég skil ekki en nú er bara onni á H5 og hvað, alltaf fyrir F8 og byrju, þetta alveg spil samt, ég veit ekki mér hann drepur á H5 og svo fer hann bara með riddarinn á F6 riddar F6 núna riddar F6 já, og ég dref með kóng á þessu það veit ég ekki hvað ég geri þá ég var ekkert búin að reikna það út nei og þetta svona staða annarkorti Jón Kristinn að fara máta hann og vinna eða riddarinn á E7 bara út að aka ég er ekki viss um en af hverju ekki drottning F6 jú, drottning F6 drottning F6 var sennilega bara drottning F6 var bara svakalegt og ég sá þessa línu og kongur G8 og þetta ekki neitt prókur H7 til dæmis og staðan búin að missast niður aðeins, hann náttúrulega kallindir en þetta er hunnið en já og þarna og þetta heill hrókur sennilega mikið, en drottning F6 þarna, menna það var bara ef þú drepur eitthvað E7 var alltaf máta H8 og ef þú veit tekið riddarinn á H5 þá hefði leikið riddari G6 skák og máta H8 þannig að það eins gott að munsturinn tala við okkur í kvöld sérstaklega þegar maður í beinni
En við sjáum að, ok, Jón Kristinn með hvað, 3 peð, eitthvað svoleiðis, en... hann reynda með 4 peð. Ja, eins og ég segi, ég ekkert að telja, Bjössi. Nei, það samt ekki nógu mörg peð. Nei. Jafnvel þó 7 mörg. Já, þú veist, þó hann væri með 5 peð, jú, ok, hann væri með, það ekki. En Jón Kristinn svona gæði, hann samt ekki að fara að gefast upp hérna, hann bara, hann að fara að úða þessum peðum og ég ekkert svo viss að Helgi siglir þessu eitthvað allt og leitilega, en hann ætti væntanlega að gera það. Já, þetta ætti nú að vera... En byrju, og hann leifir drápið þarna og hristir hans hausinn. Nú Jón Kristinn... Biskup E8. Bítu, en kongur E5 á leiðinni, fyrir G7. Já, Helgi nú að gera þetta skynsamlega. Já, en sjáðu tímann. Mátt ekki... Sjáðu tímann. Þetta óþægilegt og F4 kannski, nei, leikur þarna. Já, og F4. F4 núna, leið. F4 myndi gera þetta svolítið skemmtilegt. Herði, bítu. Og kongur bara á E5 og bara... Já, og ef hann skákar, þá fyrir við tilbaka og... Já, við tökum bara jafntefli. menna... Nei, bítu, Jón nú alveg... Þetta var too much. Leifa kongur F7. Já... Þetta var að verða skemmtilegt. Hann eiginlega leikþröng. Já. Hann á enga góðan leik. Hann þarf að leika A4. Hann komið A5 kannski. Og Svartur segir bara hvað það að gera í. Leikur þarna og hvað? Og ætlar að leika ykkur G6 og hvað? Riddari B4? Nei. Tekur þetta svona. Herðu, en þetta er ekki nóg. Já, okkur leika hann ekki bara kongur E5 og undirbyggur það að leika öllum þessi pöðum áfram. E7 var allt og mikið. Já, en ok, allavega burt sér frá því 1-0 fyrir honum Helga, skemmtileg skák. Mjög skemmtileg og við sáum að dróning F6 hefði örugglega... Já, hann var örugglega með bara unnið í... Já, en það er mjög ólíkt Jóni að missa af svona. Já. Því að, en eins og ég segi, það er náttúrulega fyrir eftir hvers konar formi hann er í og já, Jón Kristinn bara svona gæði, tefli benko og er bara alveg sama, sko. Ástæðan sé svo að hann að drekka eitthvað óræðan orkudrykk í staðinn fyrir að vera að drekka kollab. Já, ég held nefnilega að það sé máli. Ég ætla að fá mér eitt sopa af þessum blábæra kollabinnar. En já, Jón með svart núna og þeir eru bara strax byrjaðar á næstu og hann teflir benku Gambit. Er það, nú þekki ég ekki, er hann að tefla það mikið eða? Ég veit það ekki, sko. Þú varst að segja þú þekktir allt við þinn mann. Já, ég er búin að vera að skoða hvað hann er að gera í sprengiskákinni, sko, en Þú varst búin að lofa þetta, sko. Já, ok, fyrir ekki. Benko á borðinu, þetta er eitthvað hlýðarafbrigði hjá Helga Ás, allavega ekki aða línan, en þetta er allt mjög svipa og þetta kerfi hér fyrir Svart, þessi Gambítur, er mjög svona óþægilur, sérstaklega ekkert endalega í kappskók, þó að ég verða að viðurkenna það og gefa ákveðið shoutout á Gauta Pál Jónsson sem að tók mig daginn 1,5 í benko í kappskák. Ég mun aldrei fara í benko á móti Gauta aftur, en sérstaklega í hraðskák þá, þetta er svo einfalt á Svörtum, hann fórnar þessi peði og hann fær svona, bara hrókunar bílunina, drótning A5 og síðan svona biskupin á G7, hann svona setur ákveðna pressu niður diagonalinn þarna. Og það er bara mjög erfitt einhvern veginn oft fyrir hvítan að halda einhverjum svona kontról á stöðinni, sko. Já, nákvæmlega og verður, Og svo ef maður gerir ein mistök þá bara er þetta alveg orðið ógeðslegt. Nákvæmlega, en við sjáum A4 og hrókur A3, þetta er svona það sem að tölvunar stinga oft upp á fyrir hvítt og meiri segja sko að leika kannski riddari D1. Þá finnst mér nú líklegt að Helgi sé hafi verið búin að undirbúa sig, sko. Já, en þetta er samt bara mjög basic þekking þessa daginn að leika A4 og hrókur A3, sko. Já. Ég veit náttúrulega að þú teflir bara píramidan, þannig að ekkert mál, við skulum aðeins græja þetta hérna hjá okkur. En gæti verið að riddari D er einhver hugmynd til að reyna að leika biskup D2 án þess að droppa sem sagt valdið á B2-piðinu. Já, en núna... En gerir þetta svona og þetta er líka væntanlega góður líkur, en... Já, þetta er nú alveg svona frekar juicy þessi reytur hérna á C4. Já, en núna til dæmis hrókur B4 og
Jón Kristinn eitthvað að hrista hausinn en minna, þetta ég veit ekki hvað okkur hann hrista hausinn, þetta bara hvernig stað og færði í Benko sko. Já, ef hann mislíkar þetta þá var hann ekki að vera að tefla þess að byrjun. Nei, nákvæmlega það sem ég var að pæla og leikur þarna og ég held að Hvítur sé bara nokkuð ánægður að fara í uppskiptin. Já, en ég veit það ekki. Já, samt vilja menn meina að stundum í Benko þá áfram heldur pressan þó drottningar víkja á borðinu sko. Það oft þegar maður heldur að unni eitthvað sigur en svo hann ekkert svo merkilegur sko, þannig en þetta alveg, þetta sniðugt að því leita einmitt Helgi, þetta stór ákvörðun fyrir Helga, hvort hann ekki bara í uppskiptin eða hvað. Já, en líka bara út af því að hann getur alltaf leyft drottningu svart að standa á A6 sko, sem myndi hafa ákveðið influence á víða veg sko. Þannig að Riddari B5 og við sjáum einmitt af hverju hrókur A3 svona snjall út af því að hrókurinn valdaður. Já. Og til dæmis þetta aðal hugmyndin, ef að hrókurinn hefði verið á A1 þarna þá hefði hrókur B5 verið leikur og hrókurinn hefði verið í kjölfarið óvaldaður eftir að A-línan myndist opnast á A1. Og þetta svona það sem að Hvítur að fá þessi uppstilling með Riddarana B5, peða A4, peða B3 og síðan núna fara að vinna úr þessu hróku A3 eftir að, Já. Ok, ég hefði kannski viljað sjá eitthvað annan leik en þetta. Kannski þetta alltaf leið. Já, hver hugmyndin? Ég veit ekki alveg nákvæmlega hver Já, það alltaf eitthvað peð onni en hann samt að gefa peð, maður má ekki gleyma því. Já, ég held að þetta aðeins svo mikið. Já, hann fer hérna og hann þarf að hirða þetta peð en hvað, Riddari C5 og peð A4 kannski fellur og já, leikur þarna fer þangað að Róni á E7 sem já, þetta er alltaf smá vesen. Já, þetta smá vesen. Hvað viltu gera? Ok. Ég vil eiginlega bara ekki tefla Benko. Nei, ég bara svona Gauti Páll. Smá vesen sko. Já, og hrókur C7 og vill fara til C6 og það er ákveðið vesen. En ok, þú þarft að drepa A4 með hrók. En já, þú þarft að gera það og það er ekki onni á D6 út af hrókur B1 sem er mjög mikilvægt að punkta niður. Þó býtu er það kannski onni út af hrókur C8 og Riddari E8 skák. En ok. Það er alltaf mátvesen hana. Já. Ef þú hefur unni kall og leikið síðan G3 sko. Já, en getur hann leikið núna? Ég held að það getur drepa D6, hrókur B1, skák C8, kongur G7, Riddari E8, þanga og kongur D7 og ég tapa. Ok, það var enginn að fylgjast með hvað ég var að segja. Það er eitthvað partí í hausnum á þér, engum boðið. Já, sorry, þetta var aðeins svo kannski hann svo mikið annað því góða, en þetta er interesting, hann vill drepa á C4 og hvað er pointið? Riddari D6 þá kemur biskop E5 sem er óþægilegt og þetta er það sem ég nefndi áðan í fyrri viðrögn kvöldsins var að það er ekkert luft hjá hvítum. Nei. Og það er sem að segja, eftir ykkur 15-20 leiki þá getur allir mátt í borði. Riddari D3, óþægilur, hótamátt á E1. En þetta er líka, þetta er klassískur Jón Kristinn að hann redda þessu. Hann redda sér með taktík sko. En ég er svo sem ekki viss að G3. Ég er svo sem ekki viss að sé búin að redda neinu þannig séð sko. Nei. Þetta er ennþá. Þetta er líka styrkleika Helga sko. Já. Það er nefnilega, ég ofta ekki með á það. Það er ekkert gott að koma Helga úr. Hann fer ekkert svo auðvitað úr jafnvægi við sko sullið. Nei, hann er mjög úrræðgóður og hann hugsa, hann svona yfirvegaður. Já, hann er yfirvegaður og hann finnur bara lausnin á ruglinu sko. Nákvæmlega. Sjáum að F4 getur hugsalega verið mjög óþægileg hótun. Spurningu hvort að hrókur A8 skuli vera leiðin. En þá til dæmis Riddari A7 væri, nei, hann leyfir bara fyrir E2. Ok. Já. Og Riddari B2 það er ekkert, hann er svona að reyna að hanga á. Já. Svo segi hann má ekki vera 2 peðmyndir en þetta er örugglega mikið. Typikal Jón leikur eitthvað svona þarna og byttu. Nei, hvað er að gera svona? Byttu, þetta virkar örugglega. Glæsilegu leikur. Nei, jú, þetta virkar. Þetta virkar út af, sæll. Byttu, og hvert ferðu?
þú getur ekki dreipið, það mátt á D8 alltaf. Jón vissi mátt ekki dreipið þetta, hvað meinar? Biskup, nei. Skáka B2 og fara að setja tilbaka. Já, skáka B2 og leika F5, já, voru, gaf bara. Nefndis ekki. En betur hvað, hann hefði getað skáka B2 og leikið hrókur á þetta, ekki það? Jú, mér sýnst það. Já, ég meina, það hefði alveg verið, hann bara mistaði. Já. Og það er með 2-0 og já, og pólska byrjun á borði. Þetta er eitthvað svona... Þetta bjóst ég nú bara við í fyrst skák, sko. Þetta er svona með Jón, sko, hann leikur núna fer hann í þetta og sáum að en byrju, hann stendur að meina, klukkan hlýtur að vera röng. Ég veit hvað getur sagt með það. Ég trú nú valla að Helgi ásleik 1B4. Alright, þá erum mættir aftur og ja, eins og ég segi það myndi ekki meika sens að stórmeistari Helgi myndi leika þessu. Í stöðinu 2-0 negla B4, Nei, það... Jón Kristinn. Já, það er bara, það eiginlega annað gat ekki verið. En núna þarf Jón Kristinn að bíti í skjaldarendur og hann þarf að fá punkt. Já, hann er mjög smá kalt kallinn, greinlega. Já, ég þekki það í reynslu að þetta er búið ef þú lendir 3-0 undir. Já, eins og ég sagði ég líka seinast þegar við vorum með okkur þá var ég, þegar þú varst 3-0 undir þá reyndar sagði ég það sama. Já, það er ekki, það er brekka sem að rís ekkert upp úr, sko. Já, en við skulum ekkert minnast á það, við munum ekkert eftir því. Nei, það er búið. Það er bara kvöldi í kvöld og... En maður sjá, A6, A4, vill reyna vantilega að halda P-inn á B5 sem að gefa svona ákveði rými þó að veikir einhverja reyti í staðinn, þannig að þetta er smá svona, já, þú færið eitthvað en þú gefur líka eitthvað eftir, en það er líka oft þannig hvernig það er í skák, þú getur ekki fengið allt, annars myndir það að vinna þetta skákir. Og þetta er svona, já, við sjáum að staðan er svona, hún er svona symmetrísk, eins og við segjum, en P-ið er svona á B5, þannig að það er smá gæfumunur. Ég hugsa nú að Jón hefði viljað fá svona aðeins svona viltari stöðu eitthvað. Jú. En nú þarf hann bara, eins og við höfum svona séð að Jón býr til... Leikur bara F3, ekki? Jú. Hann býr til móðurreika eitthvað neginn úr engu oft, sko, þannig að nú þarf hann að fara... Já, hann þarf að fara að leika C4 bráðum. Við getum ekki telt kalli undir með biskup A1, sko. Nei, ég held að komum bara C4 núna, sko. Já, eða riddari D2 fyrst. En þá leikur Helgi örugglega biskup G6 sem er frekar. Já. Það leikur þanga. Og vill svara þessum riddari F5 sem er kannski hefðbundi. Eða bara riddari D2. Það er málið, þú getur ekkert giska hvað Jón Kristinn er að gera, sko. Nei, ég er löngu hættur að því. Það er bara eins og þegar ég er að tefla, þá veit ekki hvað er að gerast nema ég, sko. Ég er bara ætla að bregðast við bara því sem hann gerir, sko. Já, ég sé það. Já, þetta er, sko, en þetta er ekkert rosalega góð staða á... Nei, líka við sjáum drápið á G6 einhvern veginn, setur P-ið á G6 og einmitt valdar svona áframhaldi riddarans til F5 sem að var eiginlega... Já, sem að ég allavega hélt var hugmyndin og sjáum að P-staða hvíts er verri. Já. Hreinlega út af fleiri P-eigum. D og B-pið, þeir eru nú ekki félagar at the moment og við sjáum líka að D4-pið er isolerað í drasl. Þetta er mjög svona óþægileg stað. Nú þarf Jón einhvern veginn að finna einhverja leiði bara til þess að bara tapa ekki, sko. Já, og líka bara finna einhverja leiði bara til að halda áfram að berja á klukkuna og reyna að sjá hvort að það skilar einhverjum árangri. Leikur væntanlega riddari C4 núna og myndi alltaf drepa tilbaka með F-piðinu. En Helgi ásverð náttúrulega aldrei að fara að drepa á E4. Nei. Nema að vinnur eitthvað. Það er að síðasta sem hann mun gera. Nákvæmlega. Og hér ég vil hafa drottningun á skálinu, örugglega C4. Hún lúkar mest aktíverist þar. Já. En fyrir C2. Já. Og já, við sjáum vesinni við ísolara peðið í svona stöðum er náttúrulega að D5-reiturinn er oft svona ákveðin svona ákveðin svona plantningur þarna á D5 fyrir svörtu hestana og
Já, ég meina menn eru bara með hans verra og ég meina ef að P og G2 fellur án eitthvað já, Helgi Ásir já, hann var ekkert að tapa sér við greinilega. Nei, hann ætlar ekki að gera þetta hérna. Hann ætlar að tefla þetta svona frekar samfærandi. Já. En nú spurning hvað Jón gerir allan fyrir hann ekki að reynir eitthvað, Drottning C3 eitthvað slíkt. Já, ég var líka að sjá Helgi, hann svona aðeins lét sjá sig, sko, hann með gameface á, sko, ég þekki þetta andlit og hann rosalega grimmur og ákveðin þegar hann með þetta gameface á, sko, ef ég tala frá minni reynslu, en hann að reyna að sulla eitthvað, en ég skil ekki, af hverju virkar biskup E5 ekki? Það bara virkar alveg fullkomlega. Já, ekki. Og þar með fyrir til F8 kannski óþarfi en líka skilur eftir C7-piði sem kannski gjöf. Já, ég held að Jón verði nú bara að drepa allt sem hún er með bóðið. Já, er allavega að reyna að hanga á jafntefli og getur ekki tekið á því 3-0, við höfum rætt þetta margóft. Já, ég held að Jón sé að reyna einhvern veginn að láta D6 virka? Já, eða einhvern veginn svona, hvort hann geti, hann örugglega að spá í einhverju svona hróku D1, riddari drepur D5, fórna og eitthvað. Já, og riddari F6, já. Já. Sullarar þekkja en annan maður. Já, við veit það. 3 mestu taktísku spilarinn í beinni, það er Jón og við tveir. Já, það ekki. Og, já, en, þú veist, Helga Ás bara eiginlega bara skýt saman eitthvað svona og núna hér já, nú ætlar hann að drepa þetta væntanlega bara með hróki eða já, svoleiðis já. Það er nefnilega málið, sko. Ég spái Jón tekur þetta. Ég hef reynt að má ekki spá neinu, þá fer allt. Já. Allan að sko til þess að Jón nái einhvern veginn að búa til einhvern spá því Helgi vinnur. Já, sko hann þarf að pressa Helga meira niður á tíma, sko. Helgi ennþá með, hann þyrfti að vera komin í svona 5-10 sekundur svo Jón væri komin í smá skemmtun en já, er þetta ekki bara Drottning, E7? Jú, verður þetta hald, þetta er samt smá. Já. Býtu, en skák á F6 og hvað? Býtu, þú veist, góðan daginn. Já, hann er búin að reikna mát. Nei, sko, hann er búin að vera, Jón er búin að vera að spá í riddari F6 bara heillengi. Já, nei, bara, þú veist, bara síðan í fyrradag, sko. Riddar F6, drepi skák, hrókur E1, kongur F2. Ég meina, ef þetta er ekki mát, þá Drottning bara 1. Goodbye. Nei, vá. Vá hvað Helgi segur. Vá hvað hann er vakandi maður. Já, ég bara Drottning bara 1. Nei, þetta er líka bara mát. Já. Takk fyrir. Takk. Það eru 3-0. Þetta var nú ansið vel gert hjá Helga, sko. Já, nei, Drottning A8, ég held að hann væri að leifa þetta. Já. En eins og ég segi, þegar Helgi Ás svona ákveðin, þá ég menna, hann hefur sýnt okkur frábæra hluti gegnum tíðina þegar hann svona ákveðin. Hann nefnilega, það erfitt fyrir sullar að tefla við Helga Ás. Hann er góður að glíma við sullið. Nákvæmlega, já, þetta er að sama með þetta mínum bestu félögum, hann Vignir, sko, hann svona tekur alla þess að gauðra niður sem að sulla var mikið, sko. Já, einmitt, sko. En Jón, mér finnst svona vandræði með Jón í þessu einviði, sko, er að hann hefur einhvern veginn ekki fengið nú líflegar stöður, sko. Já. Það endar einhvern veginn svona sem hefði með öll tökin einhvern veginn. Þú veist, fyrstalega hann átt, ég veit ekki hvort að fólki heima er búin að skoða þetta eitthvað, en hvort að einhver getur staðfest fyrir mér, en Drottning S6 í hvað skák nr. 2 það ekki. Jú. Það er sennilega mát í 3, sko, nema við bara getum ekki neitt, sko. Já, enda sko, hann bjóð til þá sókt svolítið upp úr engu. Riddari E7, mjög snjall, mikið í hans stíl. En hann þarf svolítið að reyna einhvern veginn að ná upp svona stöðum og hann þarf að gera það hratt því að þetta er náttúrulega orðin smá brekka. Já, menn mætti meira segja að halda en þurfti að gera það ljósræða. Já.
í gegnum ljósleiðarann. Við tökum nokkrar mínútur í pásu og svo komum við með seinni hálfleik. Jón Kristinn Þorgeirsson í mikilli brekku en hann þarf að hann þarf að vinna 3 í röð og þar með ná bráðabanna. Byrja á einni. Já, byrja á einni. Sjáumst eftir nokkrar mínútur. All right. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega ferð þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Geggjað. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Þessi endar í netinu. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, verið velkomin aftur að skjánum í 4. og síðasta sinn. Nú að hefjast síðustu 3 skákirnar í einvígi Helga Ás Gretarssonar og Jón Kristins Þorgeirssonar. Það reyndar ekkert víst að verði 3 skákir af því að staðan 3-0 fyrir Helga Ás. Hann búinn að vera ansi bara öruggur og svona. Já, bara frábær. Já, hann hefur eiginlega ekki stíið feilspor. Það var, eins og við vorum að ræða hérna fyrir hliða, það var eitt moment í fyrstu skákinni þar sem Jón Kristinn sýndi svona í hvað honum býr og bjóð til sóknarfær og var sennilega með unnið. Já, þarna með riddari E7 og hérna, það var svona mjög mikið í hans stíl. Já, en síðan þá, sú sókt geigaði og síðan þá hefur Jón Kristinn einhvern veginn ekki náð í raun og veru að búa til en færi og Helgi bara svona einhvern veginn haldið honum í helja greipum. Já, og sá að drottning A8 sýndi hérna svona ákveðin klassa. Já. Og hversu góður Helgi og hversu góður hann getur verið þegar hann svona rosalega einbeittur. Ef einhver hélt að hann einmitt væri ekki búinn að sjá hérna þetta riddar F6 hugmynd, þá var það heldur betur. Já, ég meina, hann var búinn að sjá þetta fyrir löngu. En já, staðan 3-0 og það talsverð mikil brekka en það vonandi að Jón Kristinn nái svona að svona bara að halda barátt andanum og byrja á því að vinna eina skák. Nákvæmlega. Eins og við nefndum þá það fyrstur upp í 3,5 og já, uppi komin Grönfeld staða með hröðum biskup F4 og þetta þetta bara fín lína og hvítt. Vigni var eitthvað búinn að sýna mér þetta eitthvað. En líka fyrir þá sem að vilja vita hvað að gera sérna bak við tjöldin, að þá ef ykkur heldur að Helgi Ás sé búinn að vinna og ætla að vera kærulaus, þá get ég alveg sagt ykkur það að svo ekki. Hann stormaði hérna inn og greip sér bláberjakollab, eina vitið. Já, með rabarbærabræðinu. Já, með rabarbærabræði og stormaði hérna aftur út mjög einbeittur, sko, þannig að hann ætlar ekki einu svona íhuga að brosa fyrir hann búinn að klára. Nei, já, hann mjög mikið svona klára dæmið, sko. Já. En spurning þá, hver uppáhaldskollabið þinn? Ég mjög mikið í Engifer. Það alveg Já, það þessi svona guli einhvern veginn? Já, ég alveg kolfallin fyrir honum, sko. Já. En það ekki bara kollab sem að styrkja þetta glæsilega mót, það líka ljósleiðarinn, síminn, lengjan og náttúrulega þeir í arena, þar sem við erum staddir með þessa útsendingu. Takk fyrir það, já. Og Jón Kristinn, hann fyrir norðan og Helgi í bakherbeggi, rétt hjá okkur, þannig að við vitum svo sem ekki hvað gengur á bak við tjöldin á Akureyri, en mér sýnist að Jón Kristinn sé að reyna að renna upp peysunni sinni. Já, það gengur misvel. Það sleppir þessu bara. Hann ætlar að renna upp seinna. En það helst ekkert. Já, takk fyrir að spyrja, Bjössi, en uppáhaldskollabið minn þessi Birnir kollabana og ég veit ekki hvort að menn eru búin að vera að sofa á honum, held ég. Já, gæti. En já, ef að kollabframleiðina að hlusta, þá alls ekki vera að taka hann úr umferð, sko. Mér finnst hann svakalega góður, sko. Þarna komst rækileg fyrir mig að ég hef gríðarlega lítinn áhuga á því hvað sé uppáhaldskollabinn hans Hilmi. Nei, já. Já, nei, ég svona tók eftir því, sko. En komstu það? Já, nákvæmlega. Já, ég má ekki detta úr framleiðslu, maður, þurft að grípa tækifærið. En ok, D5 færa sér riddara H5 og já, og hann vill halda þessum biskup væntanlega á lífi og sjá að D6 líka hugmynd. Og þetta yfirleitt svarað með riddari D5 örugglega. Já. Sem sagt, já, hann vill ekki missa biskupaparið fyrir ekki neitt út af því að þá líka myndi að missa svarthætta biskupinn og þá myndi biskupinn á G7 vera mjög sterkur og við sjáum að riddari D2 hefðbundið svar og hefðbundið sterkt svar. Já, nákvæmlega, út af því að eftir ef þú grípur biskupinn á, ég meina Jón Kristinn veit þetta alveg, sko, en hann alveg brjálæður, eftir þú grípur biskupinn á H4 þá myndi nefnilega drottning upp H5 og þá fegstu biskuparinn sem sagði, en þú endar með peð á H4 sem bara ekstra í Narníu, þannig að en samt hann átti riddari D6 sem mjög athyglisvert og ég held nefnilega hann hefði kannski getað svaraði með biskup E2. Hvað finnst þið, Bjössi? Já,
mér finnst allan að bara Jón vera svona aðeins að tefla svona skarpar og aðeins að að láta svona Helga taka einhverjar ákvarðanir. Og núna neglir hann sennilega bara B5 og... Já, drepur þetta fyrst, spurning hvort að gat beðið með það, þó að biskup E5 var kannski í loftinu, þannig að sennilega sniðust að drepa þetta, út af því að náttúrulega hann þarf að fá einhvers konar imbalansa til að vinna. Já. Og það er náttúrulega jafntefli náttúrulega bara allir heim og þakka fyrir í kvöld. Já. En riddari E8. Þetta svolítið Jóns Kristins leikur líka. Já, riddarinn náttúrulega góður bak við svona stórt peð á D5. Jón Kristinn reynir alltaf að leysa vandamáli með taktík og yfirleitt ansi glúrinn í því. Og það líka ánægja efni að hann drepa þetta bara, ok. Honum búið að takast að renna upp. Já, halvvegis. Já. Það var glæsilegt. Já, en ég skildi ekki af hverju... Já, en af hverju leika hann ekki hróku B8 þarna og drepi á B2 með hrók? Hefði það ekki verið lógískara? Jú. Því að núna fékkstu ekki peðið tilbaka, ég held að það var upprunalega hugmyndin. En Jón Kristinn er náttúrulega alveg saman peð. Hann er með skýtsaman peð. Já. Hann er ekki mikill aðdáandi peðisinn. Nei, hann og peðisinn náttúrulega áttu eitthvað að spjalla daginn og það var einhver yfirliti. En alltaf hrókur B4 og hrókur FB8 en ég meina ef að hvað er þetta, bara bengo og lárugenna? Ég fyrir hönd þeirra sem að vona að við fáum fleiri skákgera þá held ég þetta sé bara ágætt. Ég held að Jón Kristinn getur bara verið sáttur og Helgi er náttúrulega komin í bullandi tímarak. Já, ég meina 10 sekundur. Má ekki gleyma að bætist við 2 sekundur á hvern leik bara fyrir þá sem það voru ekki alveg með þá hreinu en þetta núna á Jón Kristinn færi En hann væntanlega leikur B3 og er ekki bara dæmi gett að úða á menn H5 og H4 og bara reyna að leika H3 með þess að líka. H5 var frábær leikur í þessari stöðu af því að það er einhvern veginn svona... Byttu. Drepur þarna en... Er hann ekki aðeins að létta og mikið á eða er þetta bara að virka? Það hengur satt á G4. Nei, ok, hann hefði kannski... Byttu, er ekki bara ónið á D3? Jú, bara ónið á D3. Það er bara ónið á D3. Jón Kristinn er ekki bara að sjá það? Nei. Maður sér það á honum. Já, byttu, hanna. Já, flottur. Núna hugsa hann. Og Helgi var bara búin að missa þessu. Já, Helgi bara að missa þessu. Herri, þetta er... Hann er fallinn. Nei, 0,6 sekundur eftir, maður. Riddari E5, bara Queen E4. Helgi er brjálaður. Byttu, þetta er satt ekki... Nei. Hann vill eitthvað riddari C6. Nei, bara drottning F5. Nei, drottning F5, þá kemur kannski F3. Nei, auðvitað ekki, það hangir riddarinn. Já, nei, en hann leikur riddari C6 fyrst, Já. En... hann hlýtur að finna út úr þessu. Ég meina, ekki getur við gert það. Hann leikur drottning E4, hlýtur að vera. Drottning E2, flottur leikur. Og núna bara, hann rókur B2 eða C4 eða eitthvað. Hann ætlaði að... Veit hann, það satt aðeins að passa sig, en riddari C6... Nei, ég trúi sér ekki maður. Okkur leik hann ekki bara hróku B2, það er bind alla kallana. Já. Hann er með 1 sekund þessi, basically. Já. Ok, drottning B2 er ennþá unnið. Það er ekki sammála því. CP hlýtur að vera nógu sterkt til að vinna þessa skák. Ég myndi bara, jafnvel... Já, þetta hlýtur að vera nóg. Og líka, Helgi er alveg að falla. Hann fell. Dómari. Og C2. Kongur H2. Jú vil Helgi segur. Já, hann er á tökunum. Byttu, riddarinn okkar reitt. Já. Búm, fallinn. Let's go, 3-1, fáum aðra skák. Þetta líst mér vel á. Þetta var mikill, vitandi það hversu mikið brekkað er að vera í 3-0, að það er þetta bara frábært að Jón hafi náða. Nákvæmlega, og hann leikur okkar 2 H4 núna. Nei, veitu hver, já, það er alltaf að vera að rugla í klukkunum, en kannski menn út í stúku. Já, Jón er með hvít núna, en þetta... Já, hann er með hvít, ok. Hann leikur H4 núna, næsta leik. Já. En þetta, þarna líka bara í síðustu skák, byrjunin gekk miklu betur, bara kalla þér inn á, þetta var svona staða í ójafnvægi og... Peði undir og að pressa á klukunni, Já. Þetta er það sem, Jón Kristinn er búin að lenda ómikið í því að vera einhvern veginn svona líflausar stöður og Helgi með aðeins betra og... Já, nákvæmlega. Þannig að hann þarf að forðast það.
Sjáum til hvort við fáum sjöttu skákina, það væri nú heldur betur vel gert hjá Jóni en allavega hann komin á blað. Nákvæmlega. Og líka fá smá líf í þessa viðureign því að já, maður svona að missa motivation að vera ef staðan 3-0 sko. Hanna, drottning D2 og vill langkrókura, líst vel á þetta. Já, ég samt, mér finnst þetta svona ekki alveg nógu líflegt eins og sko. Nei, en það vantar eitthvað svona peða uppbrott, það möguleika. Hann hugsanlega að pæla í leika G4. Já, alltaf það sé ekki nákvæmlega sem hann sé að hugsa. Já, veist. Eins og ég segja, en hann að drekka vitleysan orku, það gæti Já, það alveg málið, sko. Ég ekki fá nú mikið fisk í kollageni og öllu. Já, það alveg málið, sko. En hins vegar Helgi Ás með kollab og við líka, en það sjáum við allt á liðlinni. Já, og ég búinn að drekka svo marga, ég mun aldrei sofna í kvöld reyndar. Nei, ég held að við erum í sama pakka þar, en ég heldur þetta áhorfendur sé bara alveg saman það. Sko. Já, það gæti ekki verið meira saman. Alveg svo þú veist alveg saman hvaða kollab ég að drekka maður. Já, gæti ekki verið minna. Burtið frá sullinu og bullinu, þá lungkrókurinn á borðinu og þetta einmitt það sem Jón Kristinn vill. Hann vill vera að fá eitthvað svona já, það sem að mennur fá kóngana á sikkuran helming bólsins. Jón Kristinn, mér finnst þetta ótrúlegt. Ég held að Jón Kristinn myndi negla G4 bara með þetta saman. Já, ætla hann vill ekki leika hugsanlega hrókur H1 núna. Já. Eða hrókur D1, hrókur D1 frekar. Já. Og það delínan nei, sleppum við. Bara hrókur H1, innan ekki útsýra það. En það kannski verið fínt að nota hinn hrókin til að leika H4, sko. En þetta samt, hann með smá óþægindi núna. Já, hún á D5, sko. Það hún á D5, H6P, hann þarf að halda vald á því. En samt ég hefði eitthvað verið hrifnar að hróku D1, sko. Þannig að núna getur við kannski leikið H4 með hrókun á H1, sko. Já. Og H5, þá kannski svona drottning G5 sull, sko. Já. Og ef þú færir riddarna, þá hefði bara drepa á D5 með drottningu. Takk fyrir. Takk. En, ok. Mér líst vel á þetta. Já. Þetta alveg með betri stöðum sem að þannig líka riddari B5 ákveðin lús, leikur A6, en nei, hann bara farinn. Hann bara farinn. Það bara leiðangur, hlaup í skarðið maður. Herri, þú verður að leika H4, kom on. Líka þetta það sem hann þarf að halda tempónu uppi. Leikur D4, vill leika hrókur D3 til F3, mér líst líka vel á þetta. Já. En hann samt að gefa hann smá tíma með kannski kongur G7. Já. En við sjáum að staðan einfallega betri á hvítan og líka við sjáum að biskupin á C8 þetta sem við köllum lokaður biskup, hann lokaður inni af sinni eigin peðum og þar með hann ekki með neina framtíð. Og það sem gott fyrir stuðningsmenn Jóns að Helgi aldrei svo vant að hugsa svolítið. Ég veist ekki viss hvort að hann átt að íta fram H5 strax. Nei. Drottning B8, ok, hann getur allavega fengið aðeins betra endatafl, en ég held að hún með saman það. Nei. Drottning F3 í stíl stöðunar. Jón ætlaði aldrei að vinna Helga í endatafli. Nákvæmlega. En núna drottning F4 skák alveg svakalega leiðilegur, þannig að kongur B örugglega þörf fyrir. Já. Því að eftir drepi þó að peðsvarts myndi fara á víðan veg, þá fellur H5 peðin nefnilega. Og ég vil sjá að hann misti bara að þessu. Og þar verður að leika hrókur E3. Nei. Ok. Og hrókur H1, þetta virkað það? Kongur G6 og ég leik C3. C3? Nei. Já, ég ætlaði að leika C3 og biskup C3 skák. Já. En örugglega hrókur H4 hefði verið betur en það, hvort sem Já, mér líst vel á það. Já, ég held að þetta sé allt í lagi staða á Jón, sko. Já. Núna vinnur hann. Já, drepur á F4 og hann leikur þetta fyrst. Já, hann bara ætlar ekki að gera það sem þú stingur upp á. Nei. Bara aldrei. En núna, þú veist, grætti hann ekki það mikið á þessu því að B6 kemur núna. Já. En, ef hann farið tilbaka þá, þú veist, hann var með riddari C5 í vasanum, skilur. Það er svona engin þörf fyrir að... Nei. En við sjáum tíman. Já, Helgi. Núna næra hann þarna, sko. Já, en þetta samt, sko, Jón þarf bara aðeins að, sko, hætta að reyna að tefla ómikið þérna upp á einhver trikk. Núna þarf hann bara að leika svolítið hratt. Já, bara hrókur H3, C3. Leikur C3 fyrst.
Nú þarf hann að reyna bara svolítið að pressa. Já, mér líst til á þetta. Og stoppar þarna. Og hrókur notaði D-hrókin, sko. Áður í klikkast, sko. Ok, flott. Það er loksins maður. Ok, það getur ekki verið að bara tefla með, kongurinn á G7 og eitthvað, sko. En ég hefði líka viljað að hann væri búinn að losa þessum innan Riddar á A4 fyrir, sko. Já. Við erum búin að leika B3. Já, en það er slegið þá þar, en það er ekkert svo ljóst að... En þess að áður en leik biskup B5, við erum búin að leika B3, sko. Já, ég skildi það alveg, sko, en það er samt spurning hvort að B3 A4 hefði... Nei, ég trúi ekki. Helgi er að redda sér einhvern veginn eftir að vera með, bara ömulega stuð á mínum mati. En sko býtu, leifum honum að drepa á hérna F2. Já, kongur B2. Já, kongur B2. Já, kongur B2. Leifum honum að drepa og svo er... Já. Já. Býtu, en drepur hann F2, það er spurningin. Þá kemur hrókur á F1. Já. Og Helgi náttúrulega sá að það væri máta á G6. Já, Helgi sér það. Já, hann sér allt. Og Riddar G6. C4 var... Ég held að C4 var auðvitað alltaf mikið veiking, eða ekki? Jú, það er aðeins svo mikið, sko. Og núna þanga. Ok, þetta held ég að nú ekki verið gott. Bara biskup B3. Ok. Já, Jón er alveg inn í kongur B2. Já, kongur B2, let's go. Jón er alveg inn í þessu ennþá, sko. Kongur B2. Já, þetta er flott. Og ef hrókur séu þetta á drep B5, riddari C5, skákana kongur B3. Hvað er pointi? Hann er bara hrókur séu þetta, byttu, slagur. Bara biskup... Nei, C3. Biskup A6. Biskup A6 bara. Yes! Nei, come on, maður. Ja, býtu, þetta er alltaf læg. Hvað er taktikinn? Ok, nei, hann tapar bara biðinu. Ok, drepið þarna og hvað? Ég hlýta að leika riddari C5 eitt góðan veðurdag. Jafnvel. Eða A4. Jafnvel, er slíkur veðurdagur í dag? Já. Akkurat núna. Okkur ekki bara A4. Já, A4 bara að stað. Að stað. Býtu, já, ég byrjar að trúa, sko. Þetta er með riddara, sælir. Hrókur sér. Ég held að ég venni að reyna að kemist snemma heim í kvöld. Þetta er algjört bömmur. Já, það er bara bullandi yfirvinna. Það er bullandi yfirvinna. Herri, þarna, ok. Ok, nú þarf Jón bara að vera... Já, riddari F5 góður. Jón á ekki að flýtast. Vittu þið drepa á G6 og hrókur bara H4? Come on, sko. Eða getur bara H4. Getur bara H4, halda hróknum inn að borði. Ég er ekki viss, þannig á riddari F5, leikur þarna. F4. Og ef riddari F5 að líka hrókur H7, drepa á D4 og hrókur D7 skák. Nei, það er skák. Það hefur verið skák á D4. Bara glæsið pissi. En þetta er ekkert svo ljóst, maður. Það hlýtar að unni, kongur C4. Kongur C4. En þú veist, þetta er ekkert svo ljóst út af því að Jón Kristinn er held ég ekkert eitthvað... Fettist það ekki til að tefla endatölu? Nei. Ok. Þarna og riddari E7 og kongur C4, hann er með eitthvað svona... Jú, þetta er... Þetta hlýtur að... Þetta er vantilega búið, en... Þetta er bara unnið. Biskup F7 núna. Biskup F7, já. Let's go. Já. Og kongur A5, drepið, tekið A4 og ég hleypi skarðið með DP. Taktu núna EP til að fá frípið, ekki taka GP. Flott. Og leikur bara D5 og Katalin valda hvern annan. Og biskup F5 flottur og líka valdar D3 skákina. Já, mjög snirtilegt. Já, og D6 þarna og biskup G4 valda hálfring riddarans. Þetta er allt þekkt, góður áhörundur. Og kongur D5. Mér sýnist nú bara að Jón ætti að tefla miklu meira endatöflum til það. Nei, býtu, hvað var að gerast þarna? Þetta er alltaf læg. Kongur E6. Já, meira þess að ég blöndur þessum maður, var sæll. Kongur E6. Já, drepi og D7. Já. Og kongur C7 og kongur E7. Takk. Og sjáum að Helgi er á... Er Jón Kristinn ekki alveg með þetta örglega? Akkur er hann að hugsa svona? Já, ok, hann hristi hausinn á það, hann sér þetta núna. Já, ok. Ok. Það er bara, maður veit ekki alltaf, sko. Og Helgi er bara playing it, draw and shout, take there, ok, good night. Ekki patan, please ekki patan, ok. Sko, akkur er hann að flýta sér svona? Þú ert með 26 sekundu, verður þú? Já, hann hefði getað patað, sko, maður er alveg endið því. Já. En ok, A7P var enda með þetta. Já, ok, whatever. Herðu, frábært. Ég held að nú er þetta allt komið upp með hann. Helgi er örugglega mjög ósáttur að vera ekki bara á leiðinni heim. Já, að vinna á morgun og... Já, en Jón er búin að heldur betur búin að ná að þyrla upp svona
Já, þetta það sem hann á að gera, að reyna að fá svolítið líflega stöður. Já, og tefla á klukkunni. Já. Tefla sinn styrkleika, sko. Og ég menn Helgi búinn að sýna það, þótt hann sé búinn að teldi fyrstu 3 skákina frábærlega, þá hann samt, sko, að hann að nota alltaf mikið tíma. Já, og það var svona það sem að Jón var ekki búinn að vera að kapitalæsa á. Hann var ekki búinn að vera að tefla nógu hratt á köflum og leyfiði sjálfum sér að fara í tímaræki og móti tímarækinu. Já. Í staðinn fyrir að halda bara áfram. Og Jón teflir þetta bara. Já, teflir þetta bara eins og hann aldrei gert annað en að tefla þessa stöðu. Já, og hvað hann leika? Kóngur F7 og hrókar með hendinni eða? Já, mér finnst eins og að hann hljóta að hafa bara fengið þetta ofta áður, virðist þeirra. Ég held að hann sé mér að fara að spá að renna upp eða eitthvað jafnvel. Já, það hefur verið ákveðin spá, en ef ég myndi spá því þá myndir hann ekki gera það. Nei, ég myndi sleppa það líka. Já, ég líka. Það var loftað þessum. Já. Nei, hann flottur kallinn. Biskup D3. Já, þetta bara ótrúlegt að við erum komið alveg æsi spennandi innví og við heldum að þetta væri bara það voru nefnilega í síðustu viku var einhver aumingi sem bara gafst upp í 3-0 og bara tapaði. Já. Spurning hver það var. Já, einhver rævill, sko. Já, einhver rævill. En já, út af því að það sem að gerðist bak við tjöldin eftir 3-0 þá einmitt sagði ég við Bjössa áður við fara detta aftur í beint, sko, var að hvort að við værum ekki bara að fara, sko. Jú, þú varst nánast bara. Ég var bara sestur hann í stólinn alveg galtómur og bara missa. Ég held þú ætlaði bara sko fara og láta mig sjá að Já, það var jafntefli og verið sæl. Heyrðu, en sjá þetta til dæmis þótt ég veit ekkert hvernig staðan þá sýnist mér einhvern veginn að þetta sé eitthvað sem að Jón Kristinn ætti að vera og aðdáendur hans ætti að vera ánægður með. Jón komin í bullandi sókn. Já, eða svona, þú veist. Allavega svona bullandi sókn kannski, já, eins og sterkt en hann komið með stöðu sem að hann vill fá. Já, ég fór ógeist þarna, þetta ekki bullandi sókn. Já, nei, það svartur muni. Sjáum að peðin bara fljúa og þetta bara mát. Já, en þetta alveg staða sem Jón getur verið kátur með og þetta líka staða sem að mér finnst mjög líklegt eins og að raungerast að Helgi sé að fara aðeins að hugsa aðeins að tanka. Leikur F3 og hann metur það að þetta sé. Þetta nú ansið hugrægt, sko. Já, en því samt bara allt í gúti í? Rittar G2, rittar G6? Famous last words, sko. Eða hann hlýtur að fara til G5. Hann leilur. Já, byrju, nú er Jón Kristinn að reikna eitthvað skemmtilegt. Þetta er eitthvað fórnir í þessu? Nei, þetta er G5. En þetta er málið, hann er með 2.30 klukkunni. Já, ok, þetta var reyndar ansið sniðið til Helga. Já, en ég met stöðuna betra á hvítt, skilur en ég met þetta ekki stöðuna að þetta sé svona, þú veist, hvítir með aðeins betra og það sést af hverju, skilur. Ég myndi bara negla núna E5. Já, ertu alveg viss, ekki? Nei, rúnett. Það gæti reynda verið einhver leiðindar gaffall, já. Gaffall á F4. Jú, það hefði verið það. Þeir bara til H3, hann er bara tefla með 3 kalla á móti Hjörð Hvíts. Og núna vill ég leika E5. Þá á ég kannski biskup bara F5 eða hvað. Og onni á H3. Nei, já, það skiptir engum máli mér. Það var ekki sko. Hvað gerir Daggi Gretarsson? Drepur á F5. Býtu. Jón hristir hausinn. Við vorum fastir í sömu hugsunarvillinni. Já, veist, ég er enda, þú skilur, ég er enda að sagði að þetta myndi gera sko. Þú sást þetta leið. Já, þú ert líklega búin. Það mætti halda að ég var númer 1 í Bullet í fyrradag. Herru, alla, ég segi svona, alla, dróndir með D6, bystur með H3 og ok, nú vill ekki Jón örugglega einfalda þetta mikið. Það er spurning hvort hann bara leiki riddari G5 og bara reyni að hafa þetta svo skemmtilegt. Aðeinsverð. Ég held að sé líka að hugsa að drepa G2 en ég held að sé bara slegið með kóng og ég sé ekki alveg. Nei, gerir þetta svona og leikur hverju. Hann þarf nú að fara að leika riddari F6 eða eitthvað. Hann getur ekki verið að tefla með
Það getur ekki bara að tefla með drottning og hrókina sko á móti, þú veist. Nei. Jú, hann má það alveg. Jú. Hann beiti bara þessu reglum. Ég hefði viljað sjá drottning F5 þarna, ég held að það var mjög sterkur leikur. Jón bara ekkert fyrir reglur sko. Nei. Hann aldrei verið þar. En sko, þetta ekki alveg... Ég meina að vera að fara að leika Riddar F6, ekki? Jú, hann verður að gera það. Hann þarf að, þú veist, þó hann tapar öðru peði, hann þarf samt að halda áfram sinni sókn. Getur ekki bara fórna peði og síðan bara fara að bakka í bólið. Já, en ekkert overstatement að segja að þetta sé sókn eða? Jú, drottning F5 bara búið, sko. Drottning F5 bara, dreipur á E5 með skák og það er hún í að C8 með skák og... Ja, samt drottning F5, hrókur C7. Jú, ok. Aðeins eitthvað að reyna að komast inn fyrir. Já, og síðan kemur riddari H5 og eitthvað. Já, það er náttúrulega á radarnum, sko. En sjáu þið, Helgi kominn er að detta niður í 20 sekúndur. Já, ég bara... Ég er að fara að deyja úr spenning eftir smá, sko. Riddari H5. Riddari H5, svo kemur hrókur C7 væntanlega bráðum. Það leikur þarna. Jón á eftir að fara á C7, er það ekki? Nei, það gerir ekki neitt. Jú, ég meina, gerir, já, alltaf bara leika setur við D5 með. Já, það er fyrir eitthvað streitt. Ég veit ekki. Skussi, sko. Helgi skussi. Já. En þá, en þú veist, þá er það bara búið. Þá er það bara 400 peðmyndir og... Leikur okkur sér, ég held að Helgi, hann er búinn að spotta þetta, bara setur við D hérna. Já. Og hvað liggur leið Svarts til Róms? Liggur hún bara ekki þetta? Til Róms? Ég veit það ekki. Til Róms. Ekki Rúmið, sko, ég veit að þú er orðin heldur þreyttur hann. En ok, hrókur G6 lítur á leikurinn. Já. Ég meina, þetta er náttúrulega... Hann er líka byrjar að falla, maður. Já, þetta er tæknilega örugglega búið. Já, meina, þú veist. Hrókur D1 og hann ætlar að fara skák og hvað og tilbaka. Já. Ok, kóngurinn. Og það bara hlaupi í skarði og skák aftur og drippi og drottninga H1 og býtu dómari. Hrókur G3, nei, skákar þarna og fyrir tilbaka, ok. Þá getur við basically riddar F4 eða G4 og já, ég meina, þú veist hvað maður svo ætla að fara að telja peðinni fyrst skipti í kvöld 1, 2, 3 Þetta er hrunnið meiri sé að Jón Kristinn getur ekki búið til eitthvað svullur þessu. Já, hann er með 6p. Já. Það tók mig bara 10 sekundur að rekna það. En, já, aftur sýndi Helgi bara hann er góður í vörninni. Og hann verður ekki stressaður þótt að sé eitthvað sullir í gangi. Hann var á fljótfara á E5 og misti af bystur með F5, sko. Já, það var svolítið. Já, sko, ég held að hann hefði séð það, en hann hefði bara einhvern veginn vannmatt það. Já. En hins vegar alveg frábælega gert hjá honum að ná þessu bara í sjöttu skákinu og gera þetta svona spennandi. Já, og spáðu þú ekki 4-2, er ég að missa vitið það? Nei, ég var að bíða eftir að þú myndir fatta hvað ég er góður í þessu. Já, þannig að ég skulda þér bara ekki neitt. Nei. En, ok. En allavega, ég myndi segja bara 2 frábærum einvíum lokið, virkilega spennandi og ég held að þeir drengirnir á norðan geti verið stoltir bara að sinni framistuðu. Já, algjörlega, kom spá spenna þarna í restina og hver veit hvað hefði gerst ef Jón mátaði hann þarna í fyrstu skákinni eins og hann átti möguleika á. Já, það með drottning F6, já. Þannig að, 2 frábærum einvíum lokið. Símon Þórðarsson lagði Jóhann Hjartarson og Helgi Ás Gretarsson jafnaði leikinn fyrir stórmeistarana í kvöld og vann Jón Kristinn Þorgeirsson 4-2 og þannig að í næstu umferð eru Helgi Ás er að fara að mæta Vigni Vatnari í undanúrslitum og Símon Þórðarsson er að fara að tefla við Braga Þorfinnsson. Þannig að við Hilmi Freyr, við þökkum bara fyrir samfylgdina í kvöld og góða nótt og sjáumst eftir 2 vikur. Góða nótt.